Komið þið öll sæl, góðir áhorfendur og velkomin í Háskóla Íslands. Ég heiti Ólöf Rún og meistaranemi í blaða- og fréttamennsku. Með mér í þessari útsendingu verður Freyr Bjarnason sem einnig meistaranemi í blaða- og fréttamennsku, en hann og Rafn Rafnsson, kvikmyndatökumaður, hafa undanfarna daga hitt fjölmargt starfsfólk og nemendur við Háskóla Íslands. Næstu stundirnar ætlum við nefnilega að heimsækja vísindafólk og nemendur, ræða við þau áhugaverðar og fjölbreyttar rannsóknir og verkefni þeirra, fá að kíkja inn í rannsóknastofunar og sjá hvaða tækni býr að baki þeim fjölmörgu rannsóknum sem þar fara fram. Þessi útsending liður í hinni geysi vinsælu UT-messu sem venjulega fer fram í Hörpu á þessum tíma árs. Þar hefur Háskóli Íslands boðið gestum að kynnast tækni og vísindum á fróðlegan og skemmtilegan hátt á sérstöku sýningarsvæði þeirra í Silfurbergi. Vegna COVID og þeirra samkomu takmarkana sem hafa verið í gildi var UT-messan færð yfir á netið og með aðstoð tækninnar bjóðum við gestum í stafræna heimsókn í Háskóla Íslands og færum ykkur vísindin heim í stofu. Við byrjum á því að kíkja í heimsókn til nemenda í tæknifræði og sjá hvaða verkefni þau eru að fást við í náminu, en Freyr kíkti í Tæknifræðisetur Háskóla Íslands í Hafnarfirði daginn og hitti þar nokkra nemendur. Já, við erum stödd hér í Tæknifræðisetrinu með henni Áslaugu. Áslaug, geturðu sagt mér aðeins frá þínu námi hér? Já, ég er nemandi á 4. ári í Megatróník, hátæknifræði og er núna að byrja að vinna á lokaverkefninu mínu. Byrjaði hérna árið 2017 og mæli mikið með. Já, og hvernig er þetta lokaverkefni? Í lokaverkefninu mínu er ég að vinna að straummæli, búnaður sem mælir straum í álverum, Kerskála. Ég er starfsmaður hjá álverinu í Straumsvík og er að útfæra búnað sem mælir straum í skautum og sendir þráðlaust hversu hár straumur er í gegnum skaut. Og hversu mikilvægt er að vera með svona búnað? Sko, staðan er núna þannig að starfsmaður þarf að fara á staðinn við kerið og mæla skautið sjálfur, bara handvirkt. Og þetta er hættulegt umhverfi og allt þetta. Þannig að ég sá fyrir mér þá lausn að það væri bara búnaður staðsettur á skauti sem að mælir straum á einhverjum tíma og sendir svo gögnin í tölvu þar sem þú getur þá flett upp hver er straumurinn nákvæmlega þarna í staðinn fyrir að þurfa að fara alltaf á staðinn. Já, þannig að þetta er svona eins konar fjarmæling og eins og þú segir, enginn þarf að fara á staðinn og engin hætta til staðar. Nei, nákvæmlega. Það er lausnin sem ég sé. Ég hef sjálf unnið við þetta að þurfa að fara og þetta eru fjöldinn allra mælingu sem er framkvæmdur á hverjum degi, allan sólarhringinn. Þannig að þetta væri mikil bylting að geta skoða strauminn svona bara í tölvu. Og þetta myndi spara mannskap líka og peninga, eða ekki? Jú, myndi spara mannskap og myndi kannski ekki mannskap en myndi spara vinnu fyrir starfsmenn. Og jú, þegar straumur verður of hár þá geta skautin eyðilagst og þá eru þau ónýt. Þá þarf að setja ný sem kostar fullt af pening. Og þannig að þú ert bara að þróa þetta verkefni og ert ekki bara mjög spennt fyrir þessu? Jú, ég er rosalega spennt fyrir þessu. Ég byrja náttúrulega á þessu bara núna hérna í janúar og er í rannsóknarvinnu núna og þarfagreiningu og hvaða íhluti ég nota og samskipta möguleikana. Þetta er erfitt umhverfið þarna, það er mikið segulsvið og ég þarf að skoða vel hvaða þráðlausa gagnaflutning ég ætla að nota. Og það er partur af rannsóknarvinnunni líka. Ég segi bara gangið vel og takk fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Já, við erum staddir hér í Róbótalabbinu svokallaða í skólanum og hjá mér er hann Baldvin staddur. Geturðu sagt mér aðeins frá þínu námi? Já, ég er nemi í megatrónískri hátæknifræði og ég er að læra nákvæmlega svona. Já. Smíða róbóta og forritun og svona. Og þú ert á 3. ári, ekki satt? Jú, ég er á 3. ári í náminu. Aha. Og geturðu sagt mér hvað þú ert að gera hérna? Þetta er innrauður hitamælir, eða snertilaus hitamælir sem að mælir innrautt ljós. Og hvernig nýtist þetta? Þetta er áætlað til að nota á rannsóknarstofum til þess að mæla vökva og fleira sem er
þegar hættulega efni og svona. Getur þú sagt mér nánar hvernig þessi hitamælir virkar? Já, þetta er sem sagt snertilaus hitamælir sem að mælir innrautt ljós og það sendir geisla niður í efnið sem að er að mæla og svo ætla ég að bæta við einmitt svona leysigeisla díóðu, þannig að eins og laser og það lýsir þá niður í þannig að þú veist að það sé í gangi og sendir allar upplýsingar samstundis í skjáinn og segir hversu mikil hitastig er á efninu sem áttu að mæla. Og er þetta mikilvægt fyrir öryggi á rannsóknarstofum? Já, en þetta er alveg snertilaust og þú þarft ekki að setja þá einhvern glerhitamæli ofan í vökvann sem áttu að nota. Þannig að þú þarft aldrei að koma nálægt vökvanum. Þú setur bara ílátið hérna í skálina og svo ítur á takka sem að mælir þetta bara samstundis. Og þetta er eitthvað sem er ekki til á markaðnum? Þetta er ekki til, nei. Það er til svona hitabyssur, en það er ekki til svona sem að mælir sem er áætlað fyrir rannsóknarstofur, sko. Aha. Og er þetta skemmtilegt? Þetta er mjög skemmtilegt. Það er mikil vinna bak við þetta samt, sérstaklega í forritun og þetta pæla í mörgum hlutum, en ótrúlega skemmtilegt og fræðandi verkefni. Herðu, takk fyrir spjallið, kærlega. Takk fyrir það. Já, hér er ég komið með hana Sólveigu og þú ert nýbyrjuð í námi hér, eða ekki? Ég er eiginlega á öðru ári, en Já. svona búin að taka ekki alveg alla áfangana. Ég skil þig. Og hérna, af hverju ákvaðstu að stunda nám hér? Mér finnst það bara ótrúlega spennandi nám og hérna svo er aðstæðan svo frábær, gott aðgengi að kennurum og já. Getur þú sagt mér frá þessu verkefni sem þú ert að gera? Já, við fengum verkefni í tölvustu tönnun þar sem við áttum að hanna festingu fyrir prentplötu í fræsara og hérna festingin þarf að geta haldið mismunandi stærðum á prentplötum og ég hannaði þetta þannig að það eru pinnar hérna sem er hægt að færa í mismunandi göt hér og svo er skrústykki hérna sem að þrýsti plötunni saman þannig að platan fer hérna ofan í raufarnar og hérna og til að hún þrýstist ekki upp í miðjunni þegar þetta fer saman þá eru settar þvingur hérna sikkur megin, litlar klemmur eða þvingur til að halda henni niðri. Og hvað, er þetta ekki flókin framkvæmd eða hvað? Að hanna þetta? Já. Nei, mér finnst að aðalflækjustigið hjá mér var að vinna úr hvaða hugmynd ég ætlaði að nota. Já. En þetta er ótrúlega skemmtilegur áfangi. Og hvernig nýtist þetta svona áfram? Náttúrulega bara reynslan að vera að útfæra hugmyndina sínar og teikna þær upp í svona þrívíddarforriti. Ég held að það myndi klárlega nýtast vel á vinnumarkaði. Já. Herðu, þá bara segjum við það, mjög áhugavert og takk fyrir spjallið. Já, takk fyrir. Hér er ég staddur með honum Elvari sem er á 3. ári hér í Tæknifræðisetrinu. Elvar, sælblessaður. Sælblessaður. Hverjar eru þínar pælingar hérna á baku þetta verkefni? Þetta var nú skólaverkefni sem við þurftum að sinna. Þá vorum við að vinna með hitaskynjara sem við þurftum að tengja við örkubb og mæla. Og hitamælirinn gefa okkur náttúrulega ákveðna niðurstöðu sem við mælum og safna gögnum. Sem sagt, við látum þetta líða yfir x tíma eins og myndin hér sýnir okkur að þá erum við með gögn sem er tekin yfir hálfan sólarhringa eða svo. Og við notum þessi gögn í rauninni til að sjá sviptingar eða breytingar á hitastigi og þurfum svo að reikna í rauninni skekkju út frá skynjaranum. Skynjarar hafa allir einhver skekkjumörk sem við þurfum að taka tillit til og eins og við sjáum kannski á þessari mynd hérna,
þá þessar sveiflur sko, þetta svona margar mælingar og þá þetta að fara upp og niður á okkur sekundubili eða mikrosekundum. Og síðan tökum við meðaltal af því til að fá línulegri mælingu, þannig að hún verður nákvæmari. Þau eru að mæla villurnar, ekki satt? Jú, það má segja það, við erum að taka marga mælingar til að taka skekkjumörkin út. Já. Og þá fáum við línulegri nálgun á mælingunni. Af því að ein mæling, ein og sér, myndi gefa okkur lítið. Það væri ekki nógu nákvæmt. Hvert væri notagildið af svona löguðu út í samfélaginu? Þetta náttúrulega notað í mörgum hlutum í samfélaginu. Við erum með alls konar hitamæla, hitaskynjara, digital, fyrir veður og allt þetta og barnahitamælar og allt þetta sem að fólk er að nota dagstælega jafnvel. Og þá þetta búnaður oft sem er búið að forrita og taka tillit til mögulega skekkjumörka í hitaskynjunum sjálfum. Af því að öll tæki hafa ákveðin skekkjumörk og það er ekki enda alltaf sömu skekkjumörkin á milli mæla. Þannig að þú þarf að taka tillit til þess mæli sem þú ert með og vinna út frá því. Og það hafa verið gerað mælingar eða ekki á klakavatni eða svona ís í fötu eða eitthvað slíkt? Já, þessi mæling akkurat úr þá sett bara fyllt box af klökum og hitaskynjun var settið þar ofan í og þessi var bara lyft að bráðna yfir x tíma og þá var gögnin tekin saman úr Excel-skjali og innflutt í MATLAB-forrit sem við forritum síðan til að reikna út og gefa okkur gröfin og þá fáum við þetta svona myndræna útskýringar af gögnum. Og það fullt af tölum í þessu Excel-skjali sem koma inn? Já, það er mjög breytilegar mælingar, það getur verið að rokka svolítið upp, þess vegna viljum við gera þetta svona. Við viljum fá þessa línulega mælingu. Þannig að þess vegna erum við að taka meðaltalið af X-gildum sko. Og það fer oft bara eftir framleiðanda skynjarans hvernig við reiknum það. Þeir gefa stundum upp formúlur eða annað hvernig skal haga því sko. Það er misjafnt. Hvernig það er. Takk hérlega fyrir þetta. Já, bara takk sömuleiðis. Já, ég er hérna staddur með honum Sindra sem er nemandi í efna- og líftæknifræði. Sindri, hvað ertu búinn að vera lengi hérna í náminu? Ég er núna á 3. ári og kem til mig að klára það núna í haust. Og hérna, skemmtilegt nám? Þetta er mjög skemmtilegt og sérstaklega það sem var rosalega mikið verklegur þáttur í þessu. Það var alltaf gaman að fá að fikta í efnum og tækjum. Og hér eru við staddir við tæki. Geturðu útskýrt hvað er í gangi hérna? Já, við erum með tiltekið leysefni hérna onni og við erum að halda því örfuðu með því að hrista það. Og hugmyndin er að leysa upp plast á gömlum og ónýttum rafmagnsvírum og köplum sem annars er hent. Og hugmyndin er að reyna að endurnýta plastið og þar að ekki líka að bjarga kóparnum úr sem var líka hægt að endurnýta. Og hluti af pælingunni er einnig að reyna að fá að velja leysiefni sem er ekkert það umhverfislega skaðleg og það sé líka auðvelt að endurheimta þau eftir á, svo að þetta nota sömu leysiefnin aftur. Já. Þannig að þetta snýst allt umhverfið og að hlutinni séu umhverfisvænir. Já, og líka að skapa verðmæti í rusli, mætti segja. Já, og þessi kopar til dæmis, það er hægt að endurnýta hann, segirðu? Já, það er náttúrulega mjög staðlað og ferlið að endurnýta kopar mjög vel og þessi skál hérna er úr plasti sem við erum búin að leysa upp og hugmyndin er að fá plast sem var hægt að nota þá í 3D-prentara sem hann getur þá prentað út flóknari form, kannski af einhverju vöru sem hægt er að selja. En það er svolítið stórt verkefni og það er skipt upp í fleiri hluta. Sko. Minn hluti væri þá eingöngu að fá plast til þess að prenta úr. Og aðri nemendur myndu þá hugsanlega vinna að öðrum hlutum af prentaranum. Ég veit að einn er að fara að byrja á tölvustýringunni. Já. Og hérna, þú ert með eitthvað hérna hinum megin við tilraunaglösin öll hérna, eða ekki? Jú. Þar er ég með dæmi hvernig við erum að skoða hversu auðvelt er að endurheimta leysiefnin. Já. Þá er hérna
erum við með í glasinu hérna. Sér að það eru ennþá smá plastflyksur eftir, en við bara þynnum þetta með vatni þangað til að okkur finnst við búin að ná öllu og endurtökum ferlið. Þá er leysiefnið að safnast saman í glasinu hér. Og er þetta flókin framkvæmd eða? Ekki þetta, Nei. en þegar maður er að reyna að skoða og reyna að finna upp á einhverju, hérna inn á tilraunastofunni er ekkert endilega erfiðasta. Það er að skala upp í eitthvað stærra ferli sem er yfirleitt flóknasti hluti. Þannig að svo taka aðrir við öðrum verkefnum eða ekki? Tengslu við þetta? Jú. Það er einmitt svona stóru verkefni sem þetta er ómikið fyrir mig, sko. Já. En það eru, sem sagt, ég er að spá í iðnaðar efnafræði nálguninni. Já. Síðan aðrir nemendur sem eru mjög tölvusinnaðir eða vélhlutasinnaðir sem sjá hina hlutina. Það er bara mjög áhugavert og takk fyrir að sýna mér þetta. Já, ekkert mál. Við þökkum nemendum í tæknifræði kærlega fyrir að leyfa okkur að koma í heimsókn og segja okkur frá þessum áhugaverða nemendaverkefnum. En hjá mér núna er Þuríður Hilmarsdóttir, nemandi í tölvunarfræði. Hún hefur verið að vinna þróun snjallforrits til þess að ýta undir lestrarkennslu barna. Velkomin. Takk. Geturðu sagt mér aðeins frá þessu forriti? Já, þetta er sem sagt BS-verkefni mitt í tölvunarfræði sem ég er búin að vera að vinna í samvinnu við leiðbeinanda minn, Hafsteinn Einarsson, sem er lektor hérna við tölvunarfræðideildina. Og þetta er sem sagt app sem á að efla lestrarfærni barna. En íslenskum ungmennum hefur farið aftur í lestrarfærni síðastliðin ár og við erum að standa okkur mun verr heldur Norðurlöndin og erum undir OECD meðaltalinu. Þannig að við töldum að það er rík þörf fyrir einhverjum úrlausnum eða allavega fjölbreyttum úrlausnum og bara jákvætt að koma með sem fjölbreyttastar úrlausnir eins og svona snjallforrit. Og það er ekki mikið upp hérna á Íslandi sem eru að kenna börnum að læra að lesa á íslensku. Þannig að við teljum að það sé svona tækifæri til að gera tilraunir á þessu sviði og auka framboðið. Og við sem sagt ætluðum upphaflega að leggja áherslu á krakka frá svona 6 upp í 9 ára, bara fyrstu árin í grunnskóla. En svo fengum við hérna Tinnu Sigurðardóttur sem er talmeinafræðingur hjá Tröppu til þess að leiðbeina okkur aðeins, til þess að fá svona faglegt álit á því hvar við ættum að leggja fókusinn. Og hún benti okkur á að það væri mikilvægt að sem sagt æfa grunninn bara hjá yngsta fólkinu. Og það er þessi snemmtæka íhlutun sem skiptir svo miklu máli. Og þá sem sagt færðum við markhópinn niður í bara 3 til 6 ára. Það sem sagt bara leikskólabörn og svo kannski fyrsti bekkur í grunnskóla. Og því að markmið lestrarkennslu er eiginlega tvíþætt. Annars vegar er það að geta lesið í bókstafatákn og svo er það lesskilningur. En til þess að vera góður í lesskilningi þá verður maður að vera með góðan grunn og ef þessi grunnur er ekki til staðar þá munu krakka bara lenda í vandræðum í framtíðinni. Þannig að fókusin okkar var svolítið þröngur, það var þessi ungi hópur og það var bara grunnurinn. Sem sagt bara stafa þekking og geta lesið orð og setningar. Geturðu sagt mér aðeins meira frá forritinu, kannski svona útlitinu og viðmótinu? Já, kannski aðeins að tala fyrst tæknina, hvernig ég gerði þetta. Ég sem sagt þróaði þetta í Flutter sem er frekar ný cross-platform lausn frá Google. Og þetta er mjög þægileg lausn til að þróa app. Það var í fyrsta skipti sem ég gerði app og þurfti alveg að hoppa út í djúpalaugina. Og Flutter er sem sagt búið að vera ört vaxandi seinustu ár og notar forritunarmálið Dart sem er mjög sveigjanlegt þægilegt að nota ef maður þekkir Java eða C++ eða C#. Og þannig að það er svona tækniliðin á bak við þetta, en hvað var þar útlitið og viðmótið, þá var það eitthvað sem ég pældi mikið í. Ég er sem sagt með menntun í grafískri hönnun sem að ég tók áður en ég fór í tölvunarfræðina og það nýttist mér vel í þessu verkefni af því að það skiptir alveg svakalega miklu máli að svona spá í hver markhópurinn er, hvað höfða til markhópsins og hvaða litir til dæmis passa börnum á þessum aldri og erum við að nota einhverja myndir, hvaða litir er læsilegt að þetta er lestrarforrit og svo framvegis. Þannig að við ákveðum að hafa þetta bara mjög einfalt af því að allur fókusun á bara að vera á textan og
að þetta eru eiginlega 3 litir, eða 3-4 litir, aðalitarnir eru þessi guli og svo erum við með 3 liti til þess að aðgreina borðin, stafir, orð og setningar og eina myndmáli sem ég er að nota er bara þessi kisa, fiskur og bangsi fyrir hvert borð fyrir sig. Og við tókum bara ákvörðun að nota ekkert myndmál þó svo að það höfðar auðvitað til krakka. En það bara flækja máli svolítið mikið vegna þess að ef til dæmis maður fær mynd af apa og text af apa og barnið les api, þá kannski veit maður ekki hvort að barnið sé klárt í lestri eða hvort að myndin hafi bara verið svona góð. Eða öfugt ef að barnið náði ekki að lesa eða myndin ekki nógu vel útfærð eða á barnið erfitt með að lesa. Þannig að þá hefði svona verið erfiðara að lesa í gögnin sem að koma úr forritinu og það er einmitt tilgangurinn hjá okkur seinna að þróa það áfram, að lesa í hvernig krökkunum gengur og sjá okkur mynstur, hvort við getum beint einhverjum sérstökum æfingum, einhverjum sérstökum aldri eða gert það einstaklingsmiðara. Þannig að við ákveðum bara að sleppa myndum. En að samt að hafa þetta þeim við línuna, þannig að þetta allavega er svona spennandi og skæri litir og svona. Ok, og þá sem sagt er ég búin að skrá mig inn og ég byrja á stöfunum og byrja bara á hástöfum og svo birtast alltaf 2 möguleikar og svo að barnið að velja hvort stafurinn er lesin upp. Og ef að maður velur rétt, þá fær maður stjörnu niður í stikuna og ef maður velur vitlaust, þá missir maður stjörnu. Og svo getur maður ýtt hljóðtakan uppi til þess að hlusta aftur ef að barnið er ekki alveg viss hvað er verið að lesa. X. Og svo heldur þetta svona áfram, þannig til að maður er búin að safna 10 stjörnum í stikuna. Þannig að maður tapar aldrei. Börnin geta alltaf haldið áfram og stigin miðast svo bara við hversu mörg rétt maður velur út af hversu marga tilraunir. Þannig að mest er hægt að fá 100 stig en maður fær bara 10 rétt af 10 tilraunum og maður fær aldrei minna en 1 stig. Þannig að maður tapar aldrei og maður fær alltaf stig. Þannig að þetta er svona svolítið verðlaunandi forrit líka. Og hver eru svona framtíðaráhorf fyrir appið? Nú fyrst sinn ætlum við að gefa forritið út á App Store og Google Play og reyna að koma á framfæri bara til sem flestra, foreldra og líka leikskóla og menntastofnana, þannig að við fáum svona sem breiðasta notkun. Og svo þegar þetta er komin góð notkun á þetta, þá vonumst við til þess að geta, eins og ég talaði áðan, greint gögnin og lesið í þetta, hvernig krökkunum vegnar og þá er hægt að gera þetta svona einstaklingsmiðara og taka svona rökstuddara ákvarðanir fyrir frekari þróun. Og svo þriðja framtíðarsýnin að börnin geti lesið upp texta sem kemur á skjáinn og fengið þá endurgjöf frá forritinu hvort að rétt eða rangt hafi verið lesið. Þannig að það er alveg nóg af möguleikum í þessu. Já, þetta hljómar mjög spennandi og það verður gaman að fylgjast með ykkur. Bara takk kærlega fyrir komuna. Gangi ykkur vel. Næst ætlum við að kíkja í heimsókn í Vísindasmiðju Háskóla Íslands. Vísindasmiðjan opnaði í mars 2012 og er eitt af mörgum samfélagsverkefnum Háskóla Íslands sem sérstaklega eru ætluð börnum og unglingum. Önnur samfélagsverkefni eru til dæmis Háskólalestin, Háskóli unga fólksins og Legókeppnin. Frá árinu 2012 hafa 25.000 skólabörn og 2.000 kennarar heimsótt smiðjuna. Vísindasmiðjan tekur samt líka á móti fjölskyldum og gestum á öllum aldri, sérstaklega opnum viðburðum víðsvegar um landið. Starfsmenn Vísindasmiðjunar eru kennarar og nemendur Háskóla Íslands og fá háskólanemar sem þar starfa mjög hagnýta reynslu í lifandi miðlun vísinda. Markmið Vísindasmiðjunar er að vekja áhuga ungs fólks og almennings á vísindum og þekkingu, örva gagnrýna og skapandi hugsun og styðja við kennslu á öllum skólastigum í náttúru og raunvísindum, meðal annars með námskeiðahaldi fyrir kennara. Freyr heimsótti Vísindasmiðjuna á dögunum og kynnti sér starfsemi hennar. Sælur. Sæll og blessaður þig. Takk fyrir. Velkomin í Vísindasmiðju Háskóla Íslands. Já, takk kærlega fyrir að taka á móti mér. Þú ert upphafsmaður þessarar smiðju, ekki satt? Já, ég spilaði stóra rullu. Áður en þetta var stofnað, þá tókum við á móti grunnskólabekkjum í heimsókn í gerð til að skoða rannsóknaraðstöðu og slíkt. En það sýndi sig að það var full þörf á að setja þetta í fastari ramma og þess vegna erum við hér. Og hvað er nú aftur búin að vera lengi?
starfrækt? Við byrjuðum með vísindasmiðjuna 2012 og við tökum núna á móti 2 bekkjum á dag, grunnskólabekkjum, 4 daga vikunar. Og er ekki gaman að fá krakkana í heimsókn? Jú, þau hauna sér vel hérna. Þetta eru miklu frjálsari rammar og öðruvísi umhverfi heldur en þau eru vön og er mikil tilbreyting hjá þeim og að fá að koma hingað. Þau fá líka að sjá kannski hluti sem ekki væri hægt að framkvæma í skólunum sjálfum. Margt áhugavert hérna að skoða fyrir þá. Já, við erum með margar uppstillingar. Og svo elsta hjá okkur er þessi róla. Hún var í rauninni til töluvert áður en að vísindasmiðjan fæddist. Þessi róla teikna myndir og hún hefur listamannsnafnið Rollo Pendula. Það er ekkert öðruvísi. Og hvernig virkar þetta apparat? Þetta er bara venjuleg róla sem er búið að fergja svolítið til þess að sveiflan endist lengur. En svo höfum við sett á hana löm sem heldur penna og svo borð undir blaðið. Aha. Og við þurfum ekki annað heldur en bara að setja róluna af stað í einhverja rólega sveiflu og sláum pennanum niður og hann skráir hvernig hreyfingarferillinn á rólunni lítur út. Og það kemur fljótlega í ljós að þetta er ekki stöðugur ferill, hann er að þróast með tíma. Hún fór svona nærri því bara í beina línu til að byrja með, en núna er þetta orðið sporbaugur og hann er að opnast meira og meira. Og það verður úr þetta fallega listaverk? Það verða úr þessu ýmiss konar listaverk. Við getum stillt þetta á ýmsa vegu. En í meginatriðum þá eru það 2 stefnur sem eru ráðandi, sem er einhvers konar eigin stefnur fyrir róluna. Og sveiflutíðnin er mismunandi fyrir þessar 2 stefnur og þegar við blöndum þessu tvennu, þá fáum við að hún er að færa sig á milli þeirra. Hérna fyrir aftan mig eru síðan nokkra myndir sem hún hefur teiknað. Þær eru dagsettar 2008 þessar. Já, þetta er hérna... Hún hefur ekki sótt listamannalaun eða eitthvað slíkt? Nei, henni gengur illa að skrifa umsóknir. Já. Hún kann að teikna en getur ekki skrifa nafnið sitt. Nei, ekki ennþá allavega. Nei. Herru, þetta er bara mjög áhugavert og ég bara þakka þér kærlega fyrir spjallið. Jó. Og skiptum aftur yfir til hennar Ólafar í stúdíónu þar sem hún er með áhugaverðan gest. Við kíkjum aftur á Ara og Frey í vísindasmiðjunni hér rétt á eftir, en til mín er kominn Atli Jasonarsson sem er meistaranemi í máltækni og hann ætlar að segja okkur aðeins frá tölvuleik sem hann er búinn að þróa og málfróða. Hvað geturðu sagt mér málfróða? Já, þetta er leikur á netinu og hann er svona til þess hugsaður að málhafar, þeir sem að tala íslenska tungu, hvort það er að móðumáli eða ekki, geti svona haft smá áhrif á það hvernig gögn sem notuð er í máltækni, hvernig þau líta út. Þannig að fólk geti sagt sína skoðun á því hvernig máltæknin mótast. Og þetta er bara hugsað fyrir þá sem að tala íslensku, kunna íslensku. Maður er enga sérfræði þekkingu að hafa, alls ekki. Og það er í rauninni kostur að sem flest fólk að það geti sagt hvað því finnst tiltekinn tilbrigði íslenskrar tungu. Og þessi leikur gengur út á það að safna gögnum íslenska tungu og það snýst svona að virkja líðin, virkja fólki í landinu eða bara það fólk sem talar íslensku til þess að segja sína skoðun á málinu. Ok, geturðu sýnt áhorfendum eitthvað aðeins hvernig leikurinn virkar? Já, ég get gert það. Það eru nokkur svona hvað segir maður, keppnisgreinar sem snúast fyrst og fremst óviðeigandi heit orða, eða viðeigandi heit, formleg heit orða og svona villusetningar og samheiti. Þannig að þetta eru svona 4 yfirflokkar og langvinsælustur hjá okkur er óviðeigandi heitin. Fólk hefur mjög mikið áhuga á því að skoða hvað ég finnst viðeigandi og óviðeigandi. Kíkjum hérna fyrst á, er þetta óviðeigandi? Þar kemur fyrsta orðið kumpur. Við erum nú skráðin á þinn notanda, þannig að það er kannski best að þú segir, þekkir þú orðið kumpur?
Nei, ég get ekki sagt það. Ekki heldur að sleppu við því. Já. Hvað finnst þér orðið lögreglu ákæra? Finnst þér það óviðeigandi eða ekki? Nei, það stuða mig ekkert sérstaklega. Nei, ekki mig heldur. Sum orðin á nynni eru nefnilega alls ekkert óviðeigandi. Ok. Bara svona til að filtera út þau sem að raunverulega eru það. Hvað viltu gefa því? Bara 0 í óviðeigandi heita einhvern? Já, ég myndi segja það. Ok. Venjulegur. Bara alls ekki óviðeigandi, finnst ég. En Við erum kannski að lenda á frekar óspennandi orðum hérna. Hvað með orðið skrokkskjóða? já, skrokkskjóða, ég hef ekki heyrt þetta áður. Ekki heldur sleppa. Ok. Hérna kemur eitt. Hvað finnst þér orðið óviti? Já, ég myndi, erum við að gefa svo einhvern á bilinu hvað, 1 til... Já, þetta er 0 til 10. 0 til 10. Þeim er meira óviðeigandi sem þið finnst það. Ok. Þeim mun hærri einhvern fær orðið. Ég myndi setja það á svona 5, minnst það einhvers staðar mitt á milli. Ok. Þú gæti kannski notað það barn sem væri óviti, en ekki kannski afa þinn. Akkurat. Nei, það er nú eins og það er bara. En hálfbjáni? Já, það skorar eitthvað aðeins herra þarna. Svona 7, 8 kannski. Ok, 7, 8. Svo það koma þarna inn fullt af orðum sem enginn þekkir. Þetta eru mörg hver sko gömul og skrítin orð sem þóttu eitt sinn óviðeigandi en enginn þekkir þetta eins og nurtur, buska, sjávar útvegsráðherra. Það er kannski ekki mjög óviðeigandi sko. En svo koma stundum inn alveg hræðilega óviðeigandi orð. Ok. Og orð sem eru orð sem ég hef verið að skoða í gögnum hjá okkur að fá bara 10. Það er bara allir sem gefa því 10. Það er nú orð sem ég kannski ekkert að fara að hafa eftir hér. Svo er meira hérna, það er sko, kíkjum aðeins hérna á eitt. Kíkjum á, eru þessi orð samheiti? Og þá fær maður upp gefin 2 orðapör, það er reyndar nokkur orðasambönd þarna líka. Og hérna fáum við upp, geta þessi 2 orð verið samheiti? Og þá færðu upp pæla og velta fyrir sér. Er það samheiti? Já, er það ekki? Ég myndi segja það, alveg hiklaust. Og svo kemur upp nást og staðið. Nú er það þitt að meta. Já, ég myndi halda það sko. Ok. Svo kemur eitt skemmtilegt. Hestur og drösull. Já, nú bara þekki ég ekki orðið drösull, en... Það er gamalt orð yfir hest. Já, já. Ok, ég náttúrulega má ekki segja þér þetta. Nú er ég að hafa áhrif á gögnin hérna. Og þá kemur það, ef við setjum, já, þá kemur þetta 100% notendæri málfróða. Það eru sammála, sko, þá kom upp svona sprenging. En svo nefnilega er hérna inni samheita orðabók. Og ef við leitum bara að orðinu hestur í samheita orðabókinni, þá kemur upp hérna fákur, hross, drösull, klár, fóli, jór, kaplar, meri, fólald og blakkur. Og þessi samheita orðabók er bara, hún er alveg búin til af notendum málfróða. Og mér er svolítið gaman að fá að fengið að fylgjast með þessari samheita orðabók verða til. Það er ekki gamall kall sem situr heima á sér í stólnum og skrifa niður bara öll orðin sem hann mann. Heldur er þetta eins og gaman að geta nýtt þekkingu líðsins eða málhafa og geta einhvern veginn komið henni saman í einhver svona gagnasöfn. Af því að allavega hvað íslenska tungu varðar þá lít ég á það sem svo að þetta er bara sameign okkar og samkomulag hvernig málið er. Og þess vegna finnst mér sérstaklega gaman að geta jafnvel verið með einhvers konar lýðræði hvernig svona kosningar eða val hvernig málið er og hvernig við viljum túlka það. Hvernig eru framtíðaráhorf hjá málfróða? Þegar stórt er spurt. Já. Mér langar rosalega að búa til fleiri gagnasöfn. Ég veit ekki alveg hversu mikið verður haldið áfram með nákvæmlega þessi gagnasöfn, eins og óviðeigandi orðin og allt þetta. Mér langar rosalega mikið að sé hægt að búa til eitthvað svona vettvang þar sem hægt er að safna saman gögnum ýmis tilbrigði íslenskrar tungu. Og hvað sem það verður tíminn bara leiði ljós. Það hefur nú einhverjir nefnt við mig að það væri gaman að skoða að fólk geti gefið textum einkunn með við flækjustig til þess að átta sig betur á því hvaða textar henta mismunandi aldurshópum eða henta þeim sem hafa misgott vald á íslenskri tungu.
Og ég sé fyrir mér að það sé hægt að safna saman alls konar gagnasöfnum sem fólk getur komið að án þess að hafa einhverja sérfræði þekkingu. Þetta er virkilega spennandi og bara gangi þér vel með þetta í framhaldinu. Takk fyrir komuna. Takk fyrir það. Næst ætlum við að heimsækja Örntæknikjarna Háskóla Íslands sem staðsettur er hér á háskólasvæðinu en þar fara fram rannsóknir í eðlisfræði. Örntækni er einnig þekkt sem míkró- eða nanótækni og er nátengd okkar daglega lífi til að mynda gegnum tölvur og snjallsíma sem byggja á framþróun í vísindum á sviði örntækni. Í Örntæknikjarnanum er einnig staðsett nýsköpunarfyrirtækið Grain Research sem meðal annars vinnur að þróun nýrra efna fyrir hagnýtingu í iðnaði og ráðgjöf og þjónustu í efnisvísindum. Freyr fór og hitti þá Unnar Arnalds og Árna Sigurð og ræddi við þá starfsemina. Jæja, sæll Unnar. Blessaður. Hvaða starfsemi fer hér fram í þessu herbyggi? Já, þetta er eitt af svona fínni löpunum sem við höfum hérna í háskólanum og hér er svona kannski hugtaki sem myndi best grípa þetta hérna er ný efni sem er verið að búa til. Þannig að hér inni er tækjabúnaður þar sem við vinnum að þróun á nýjum efnum. Það er alltaf svo sem búið að finna upp öll efni en með nýrri tækni er hægt að tvinna saman ákveðin efni á þann hátt sem maður vill og þá fá fram eiginleika sem maður sækist eftir. Og jafnvel er hægt að búa til efni sem er ekki til í náttúrunni. Þannig að hér getum við búið til lagskipt efni. Þannig að við erum bara að þvinga þau í rauninni í ástand sem að fyrirfinnst ekki svona venjulega. Og hvernig þessi vinna, hvernig fer hún fram? Ég sé að þær eru að vinna við þetta tæki. Geturðu útskýrt þetta aðeins fyrir mér? Já, hér er unnið með efni sem er í svona formi sem við venjulega kalla þunnar húðir. Þannig að við vinnum með yfirborðshúða með þessum efnum. Það er gert og vinnan á bak við þetta felst í því að maður lætur í rauninni efni sem maður vill vinna úr gufa upp. Og þetta eru samt málmar, en við erum samt að láta þá breyta þeim á loftham og það sveimar svo á eitthvað yfirborð sem maður er að nota. Og á þessu yfirborði getur maður svo stillt nákvæmlega alla eiginleikana á efninu sem maður reyna að búa til. Þannig að hér erum við að vinna með að búa til efni sem eru kannski bara örfáir nanómetrar að þykkt, örfá atómlög, en getum stjórnað í hins vegar algjörlega hvernig þessi atóm er að raðast upp. Þannig að hér eru búin til nýja efni sem eru þá fyrirfram ákveðin með seguleiginleika, hálfleiðareiginleika, einhverja rafeiginleika sem eru að sækjast eftir, eða þá að yfirborðseiginleikarnir skipta máli sem að tengist oft inn á að nýta yfirborðið í einhvers konar efnahvörf eða hvað sem er. Og þetta er mikið nákvæmnisvinna, eða ekki? Jú, þetta er mikið nákvæmnisvinna. Hér þarf sem sagt ekki bara að þekkja nákvæmlega hvað maður er með inn í tækinu og hvernig það virkar, heldur fer náttúrulega líka gríðarleg nákvæmnisvinna fram eftir framleiðsluna. Þannig að þá er rauninni býr maður til nýja efni sitt hérna og eyðir svo kannski vikum eða mánuðum í að greina nákvæmlega hvað maður bjó til þess að skilja alla innri eiginleikana, atómstrúktúrin eða efniseiginleikana í hlutnum. Aha. Og hvernig nýtist þetta svona út í samfélaginu? Geturðu eitthvað útskýrt það? Já, þessi tækni er nú búin að vera þekkt í mörg ár en er alltaf í stöðugri þróun. Þetta er, hér vinnum við að stóru leyti með að þróa nýja efni þannig að við fáum kannski nýja efni með nýja eðliseiginleika. Þannig að háskólarannsóknirnar sem við stöndum hérna eru meira tengdar því. En í hagnýtingu í iðnaði, að þá er svona mesti ávinningurinn að þú getur bara fyrirfram ákveðið hvað þú vilt. Og svo setur það á yfirborð eða í tól og þá getur þú stjórnað jafnvel hvernig eiginleikarnir eru á þessu. Og þetta er svona tækni er notuð mikið í tölvuiðnaði, í að vinna með og búa til tölvurásir og minniseiningar líka. En kemur rosa mikið inn á allt sem að tengist efnisvísindum eins og skynjurum eða því líka. Og þetta tæki til dæmis hérna, hvað kostar svona apparat? Það er nú mismunandi. Hér erum við að tala um frekar háþróuð tæki. Við höfum hannað mikið og smíðað mikið hérna sjálf í háskólanum til þess að halda okkur svona svolítið cutting edge að vera með nýjasta nýtt, að þá getum við bætt þeim og breytt þeim eftir þörfum. En svona almennt þegar maður kaupir þetta af söluaðila þá er þetta svona kannski 50 til 100-150 milljónir svona tæki tilbúið með öllum þeim möguleikum sem maður þarf. Hér eru ýmsir möguleikar með fjölda efna sem þú getur unnið með, hitastig sem þú ert með inn í kerfinu, stærð yfirborða sem þú getur leikið með, þannig að það er svona fjöldi möguleika líka sem það þarf að velja. Og þetta tæki hérna,
þetta annars konar tæki? Nei, þessi tæki eru rauninni svipuð, en þetta er eldra tækið, þetta er fyrsta tækið af þessari gerð sem var sett upp hérna við Háskóla Íslands. Þetta eru sem sagt það sem við köllum hér segulspætur. Og segulspætutæknin er aðferðin sem við notum til að fá efnin til þess að gufa upp. Þau eru ekki hituð til þess að láta þau gufa upp, heldur er tætt upp úr þeim, sem er þetta spætunarhugtak sem við notum. Þetta tæki var upprunalega sett upp aldamótin og er svona fyrsta alvöru prótótýpan sem við vinnum með. Næsta tæki hér við hliðina á er svo í rauninni byggt í framhald af því 10 árum seinna. Þar sem í rauninni allt sem að þetta tæki gat ekki gert, að þá gátum við byrjað að implementa það í þessu hérna tæki og þá bætast við möguleikar sem er eiginlega alltaf það sem við viljum. Við viljum geta gert nýja rannsóknir og þróa ný verkefni til þess að vinna. Skilji. Og ef þú ert með eitthvað annað, það er annað verkefni í öðru herbergi, það ekki Jú, hér er sem sagt í rauninni vinnan sem við myndum kalla nýefni, hún fer fram hér, en hérna frammi erum við með hreininbergis aðstöðu og inn í svona hreininbergis aðstöðu erum við að taka efnin sem við þróum þarna og taka á næsta skref sem er að geta mynstraði niður á smáum skala. Þannig að hér er tækja búnaður og rannsókn og tól sem við getum tekið efni og minnkaðu niður. Tvennum hagnýtanlegum tilgangi, annars vegar bara að þjappa niður. Hann getur búið til margar örlitlar rásir á einum litlum kubbi sem mikið notað í tölvuiðnaði og minnisiðnaði og annað. Þannig að það er sú tækni sem er beitt þar. En líka bara kannski þegar maður minnkar hlutina þá breytast eiginleikarnir. Þá fær maður miklu meira yfirborð sem getur verið hagnýtanlegt. Maður fær jafnvel bara nýja eðlisfræðilega, skammtafræðilega eiginleika þegar maður er komið með mjög takmarkaða strúktúra. Þannig að hér skapar maður nýja líka möguleika í rannsóknum og hagnýtingum. Og þetta eru efni það ekki sem eru minni en eitt rekord til dæmis sem þau eru að rannsaka? Jú, rekordin eru bara hræðilega stór, sko. Þau eru líka mjög svona hindrandi að rekordin eru ekkert nema skítur og hér er verið að vinna með, hér tölum við um allt á nanometerskala sem er jafnvel 1000 eða nánast milljón sinnum minna heldur en rekordin sjálf. Og þess vegna er nauðsynlegt að vera inn í svona hreininbergisaðstöðu. Þannig að hér inni eru sem sagt háþróaðar síur og loftflæði er lóðrétt inn í þessu herbergi í gegnum síðurnar til þess að koma í veg fyrir að rykagnir yfir höfuð berist hérna inn. Því að það trufla líka og eyðileggja alla þessa mynstrun sem þarf til þess að búa til þessa örsmáu strúktúra. Og í kjölfarið af þessu þá hefur sprottið upp sprotafyrirtæki, ekki satt? Jú, þessi aðstæða, hún er mjög gagnleg í tækniþróun. Þannig að hér hafa nokkuð fyrirtæki komið í gegnum tíðina. Nú eru 2 fyrirtæki sem starfa hérna, Atmonia sem vinnur að þróun á nýrri leið til þess að framleiða ammóníak og svo er líka sprotafyrirtæki sem styðst mikið við þá þróun sem hefur verið hér sem heitir Grain Research sem vinnur að svona efnisþróun á svipaðan hátt og rannsóknina hérna. Hljómar mjög áhugavert allt saman og takk hérlega fyrir spjallið og næst ætlum við að spjalla við hann Árna hjá Grain Research einmitt. Hér erum við stödd í rannsóknarstofu Grain Research og hjá mér er hann Árni staddur. Sæll blessaður. Sæll. Segðu mér aðeins frá starfseminni hérna. Já, Grain Research var sett stofnað, tók til starfa má segja 2016 og hefur það markmiði að reyna að koma þessum rannsóknum öllum saman út í atvinnulífið og starfa fyrir fyrirtæki sem gætu þurft á einhverju af þessu þekkingu að halda. Við erum með hérna 2 kerfi sem eru mjög sambærileg kerfi sem við skoðaði áðan, nema við getum ræktað á mun stærri sýni og væntanlega líka á hluti sem eru ekki bara flöt. Við erum ennþá að nota svona bara málmskífur sem við ræktum úr og hérna getið þið séð svo hluta af þeirri vinnu sem við erum að vinna. Þetta er nú bara búið til svona til sýningar. Allt eru þetta kísilskífur, 6 tómu kísilskífur hérna undir. En hér er búið að rækta gegnsætt efni, kísilnítríð, sem er ræktað þannig að þykktin á því er breytileg eftir því sem fara út staddur á veifundum. Sem sýnir bara litin er raunin frá hvítaljósinu. Alveg á sama hátt eins og við séð olíubrák á vatni sem veldur svona sama munstri. Hér erum við svo með zirkóníum sem er bara málmur í lótukerfinu og hér er zirkóníumnítríð. Og zirkóníumnítríð er til dæmis mjög dæmigerð hörð húð. Þú getur séð zirkóníumnítríð til dæmis á bor eða á skertóli einhverju sem væri notað til að skera í málm. Kísilnítríð er mjög þekkt optísk húð þannig að þú myndir finna kísilnítríð til dæmis utan á rúðu sem bara rúðu venjulegu byggingagleri til þess að auka tæringarvörn og
og hörku. Og við erum að vinna í verkefnum, fjöldamörgum verkefnum sem að snúa að efnisþróun þar sem að þetta þessi eru fyrstu skrefin bara að málmar að ræktast frá atómlagi og upp í það að vera einhver míkrón á þykkt og geta verið til dæmis harðar húðir á skertól eða einhverja öxla. Og við erum í verkefnum sem snúa að tæringu og hvötun, optískar húðir sem þá geta verið filterar eða annað. Þannig að við erum í fjöldamörgum verkefnum sem öll snúa að þessari efnisþróun og byrjar alltaf á þessum þunnu húðum sem við ræktum í þessum kerfum hérna bak okkur. Og hversu langan tíma tekur að rækta til dæmis eitt svona? Já, við getum sagt að húðina sjálfa tekur ekki nema kannski 10 mínútur að rækta, getur verið minna en það. Við ræktum, tímaskalinn okkar við ræktum í nanómetrum á sekúndu, þannig að það svona 1 nanómetr á sekúndu telst vera góður ræktunarhraði. Þannig að segjum að þú ætlar að rækta 10 nanómetra, þá væri það 10 sekúndur og svo framvegis. En svo eins og af því að þetta er allt saman gert í lofttæmi við mikinn hreinleika, þá tekur tíma að setja sýnin inn, pumpa kerfið niður. Ef það þarf að heita efnið upp, þá tekur það tíma og svo ræktunin sjálf, svo þarf að bíða eftir að kælist niður. En þetta getur verið allt saman frá kannski hálftíma í að búa til eitt svona sýni í einhverja klukktíma ef það eru fjöldamörg lög og þú þarf að heita og kæla á milli. Þannig að það er allur gangur á því. Og hvað ertu með í höndunum? Já, þetta er targetið. Þetta er, ég held að þetta sé vanadín. Þetta er allavega bara einn af þessum málmum sem við notum. Þannig að grunnkerfið eða heitið á aðferðinni sem við notum heitir PVD eða Physical Vapor Deposition sem snýst allt það að taka fast efni og koma í rauninni yfir á gufuform og láta það þéttast á yfirborðinu. Og þetta er þá fasta efnið sem við erum að reyna að koma á gufuform sem er gert með ýmsum aðferðum. Við notum eitthvað sem heitir spætun, þar sem við notum argonjónir til þess að bombardera inn í targetið og koma atómunum út og svo lenda þau á yfirborðinu sem við viljum að þau lendi á og raðast upp á þann máta sem að umhverfið í rauninni stýrir. Eru mörg mistök gerð í ferlinu? Hvernig virkar þetta bara? Ja, þetta er náttúrulega voðalega mikið bara ítrunarferli. Við byrjum með eitthvert afl, einhvert þrýsting, einhvers konar aðstæður og mælum svo. Við erum með afskaplega háþróaðar mælitæki sem við notum til þess að skoða þykktina, þéttleika og samsetninguna og svo skoðum við hvort það er samræmist þeirri markmiðum sem við settum, hvort þetta er nákvæmlega það sem við vildum fá og svo er þetta bara mælt aftur eftir að við erum búin að breyta uppskriftinni og auka þrýstinginn, auka hitann eða hvað sem þarf til þess að ná fram þeim niðurstöðum sem við viljum og svo þegar við erum komin með sýni sem virkar þá getum við farið til okkar kúnna og sagt hér er efnið sem uppfyllir þá eiginleika sem þarf. Herðu, glæsilegt, bara takk hérlega fyrir spjallið, það er gaman að koma ykkur. Mín var ánægjan. Núna ætlum við að líta aðeins inn í bygginguna Grósku sem risin í Vatnsmýrinni við hlið Íslenskar erfðagreiningar. Gróska er hluti af uppbyggingu Vísindagarða Háskóla Íslands og er hugsað sem samfélagssköpunar. Gróska hýsir meðal annars tölvuleikjafyrirtækið CCP og frumkvöðlasetur. Freyr kíkti í heimsókn og ræddi við Elísabetu Berglindi bygginguna, samfélagið og framtíðarsýnina. Sæl Elísabet. Hæ. Takk fyrir að taka á móti mér hérna í Grósku. Sjálfsagt mál. Segðu mér kannski fyrst hvenær opnaði þetta hús? Já, það er kannski pínu flókið. Þú heyrir kannski að það er allt á fullu ennþá og ekki alveg full opnað. Kannski auðvitað COVID sem kom þar helst í sögu og gerði að verkum að það hefur tafist aðeins. En ég meina, þú veist, það flutti, á síðasta ári, síðasta vor, flutti til dæmis CCP hingað inn á 3. hæðina. Við hjá Vísindagörðum, við fluttum inn bara basically núna áramótin. Þannig að þetta er að gerast bara þessa dagana. Fólk er bara að koma sér fyrir og húsið er almennilega opna. Og segðu mér hvaða starfsemi fer hérna fram? Eða mun fara fram kannski líka? Já, Gróska er hugmyndahús og hérna á þessi sköpun að eiga sér stað. Þannig að við erum og Gróska er að reyna að laða að sér fólk sem vill rækta ákveðnar hugmyndir og með áherslu á nýsköpun og frumkvöðla starfsemi. Þannig að það kennir ýmissa grasa. Hérna streymir líka á bak okkur fólk sem er að fara í ræktina. Hérna er þessi fína rækt hjá World Class. Þannig að þetta er bara alhliða uppspretta af einhverju geggjuðu, þú veist. Þannig að starfsemin er bara mjög fjölbreytt, má segja það.
Það snýst allt sköpun en það ekki á hugmyndir og slíkt. Jú, rækta svona nýsköpunina og eiga pláss fyrir það í einhverju svona húsi þar sem að fólk getur svona mynda ákveðið samfélag til þess að læra hvert af öðru líka. Þannig að þetta snýst svo mikið einhvern veginn að koma saman þar sem að þú getur svona miðlað og tekið inn líka eitthvað sem aðrir eru að gera. Væri ekki til þess að sýna mér eitthvað nánar húsið? Algjörlega, komdu með mér. Flott. Hérna erum við komin inn í rými sem er Nýsköpunarsetur Vísindagarða Háskóla Íslands. Og hérna er hugmyndin að hýsa alla þá sem eru að hlúa sínum hugmyndum og sinni nýsköpun og sínu verkefnum. Hérna er Icelandic Startups til dæmis og hérna fyrir framann verða einhver svona 40 borð þar sem ákveðnir hraðlar sem eru á þeirra vegum fara fram. Þannig að þetta er frábært pláss til þess að reka slíka hraðla. Já. Svo ef við höldum bara hérna áfram, þetta er ágætis rými sem við fáum í Grósku, að þá eru hérna aðilar sem að leigja skrifstofur. Hérna er Auðna tæknitorg til dæmis og svo þegar við komum aðeins lengra hérna inn að þá er opin rými þar sem að einstaklingar eða hópar geta leigt sér borð. Bara gera samning við okkur og gera svona leigusamning til 18 manna og þá geta þeir verið hér og unnið að sínum verkefnum. Og þarna snýst þetta allt eins og ég sagði áðan kannski að svona vera í þessu samfélagi, að mynda þessi tengsli fólk sem er bara í svipaðri aðstöðu og þú og er að pæla kannski á einhverjum svipuðum nótum. Þannig að við séum svona verið að búa til þetta búst. En auðvitað eins og ég segi, þetta COVID-tímabilið auðvitað búið að setja svo mikið strik í reikninginn og við höfum verið svona að reyna svona að finna út í hvernig við getum hleypt fólkinu inn í einhverjum svona hólfum þannig að hægt sé að koma þess á. Nákvæmlega, ég skil það að það getur verið ansi flókið. En það er dálítið mikilvægt að það ekki að fólk geti komið saman og rætt sín á milli ýmsar hugmyndir sem það er með í kollinum, eða ekki? Jú, og við sem sagt opnuðum hérna þetta rétt fyrir jólin og þá fór fólk að koma svo svona fyrir inn á skrifstofunum og við finnum það bara strax á þessari litlu opnun að hvað þetta er kærkomið fyrir fólk. Það er allir í þessum pælingum og bara strax þá heyrði maður hérna í eldhúsinu sem oft gerast góður hlutir. Já, ert þú í því? Já, einmitt, ég þarf að tala við þig. Þannig að það var akkurat þetta sem við viljum heyra og sjá. Já, þannig að hugmyndina bara flæða einhvern veginn. Já, flæða Hérna mun háskólinn eiga setur, nýsköpunarsvið háskólans. Þau verða með þarna nokkur borð. Hérna er íslenski ferðaklasinn líka hjá okkur og miðstöð hönnunar og arkitektúrs hefur komið sér fyrir í frábæru rými hérna inni í horni. Þannig að það kennir ýmissa grasa og það er fjölbreytni líka sem við þurfum og viljum hlúa að. Þetta er allt frá mjög tæknilegu verkefnum í það að vera bara svolítið svona listræn og svona, öðruvísi. Og er ekki gaman að starfa í svona samfélagi? Jú, ég vona það, en það er ekki alveg komið, þetta er ekki alveg búið að opna. Þetta er rétt að fara af stað, en þú veist, þetta verður stefnir í að vera mjög skemmtilegt, það er alltaf hljóma þannig. Þetta verður bara vonandi, svona ef eitthvað tekst til eins og við áætlum, að þá er þetta svona kraumandi suðupottur bara hér á fólk að vilja vera. Og þeir sem eru svona út allt með sitt, þá er þetta svona hugmyndin að hérna gerist hlutinir og hérna svona kemur þeir svolítið í þannig gír. Og við erum með frábæra aðstöðu eins og við sjáum náttúrulega og nokkuð fundarherbyggi sem fólk sem leigir hér getur nýtt sér. Við erum með fína fyrirlestrarsal sömuleiðis og svo er vonandi að koma upp kaffihús hérna fyrir framann þannig að það verður það ennþá betra að hitta náungan og fá sér kaffisopa. Og það er þessi tengsl við atvinnulífið sem er svo mikilvægt, það ekki? Það er raunverulega svona hugmyndafræðin bara yfir höfuð á vísindagörðum að tengja atvinnulífið og háskólasamfélagið saman. Þannig að úr verði sé hagnýting og verðmætasköpun fyrir land og þjóð. Þannig að það sé svona verið að búa til eitthvað verðmæti. Takk fyrir þetta, Freyr og Elísabet.
Það verður spennandi að fylgjast með grósku á næstunni og því fjölbreytta nýsköpunarsamfélagi sem þar er að myndast. Við ætlum að halda okkur á slóðum nýsköpunar og næst heimsækjum við Rúnar Unnþórsson, prófessor í iðnaðarverkfræði, en hann hefur meðal annars unnið á þróun búnaðar sem auðveldar blindum og sjónskertum að skynja umhverfið sitt. Á rannsóknarstofu sinni vinnur hann þessa stundina ásamt samstarfsfélögum að rannsóknum á hljóðskynjun og þróun búnaðar til að bæta tónlistarupplifun fólks með kuðungsígræðslu. Freyr hitti Rúnar og heyrði í honum hljóðið. Sælblessaður Rúnar. Sæll. Segðu mér, hvað eru við með hérna á borðinu? Sko, hér erum við með vesti sem við hönnuðum í Evrópuverkefni, þar sem við vorum að hanna búnað fyrir blinda einstaklinga að hjálpa þeim að ferðast í umhverfi. Og við erum að tala um, þetta eru 60 mótorar hér sem gefa upplýsingar með titringi og blindi einstaklingur þá bara með þessa mótora hérna framan á sér og færi upplýsingar. Og við höfum verið að halda áfram með þetta verkefni og fengið styrk til þess frá Rannís, Tækniþróunarsjóði. Og hér erum við erum að þróa þetta núna fyrir fólk sem með kuðungsígræðslu, þannig heyrnarskerta. Þannig við erum bara að taka þetta einu skrefi lengra. En það sem við höfum gert er að þessi mótorar hérna við okkur fannst ekki nógu góðir. Þeir voru meira bara svona on-off, bara kveikja og slökkva. Og við höfum verið að leita að betri mótorum. Þannig að hér sérðu til dæmis við erum búin að prófa nokkra tegundir af mótorum. Og þeir eru allir svona sama marki brenndir að við getum illa stjórnað styrknum þeirra og tíðninni. En hér erum við komið með nýja tegundamótorum þar sem þeir eru bara eins og hátalar. Þannig að við getum stjórnað tíðninni og við getum stjórnað styrknum. En til þess að geta notað þá þurfum við að fara að hanna nýjan búnað. Þannig að hér erum við komið með búnað sem tekur við merki frá tölvu, breytir því síðan yfir analógmerki og við erum að búa til okkar eigin magnara fyrir þessa hátalara. Þannig að nú er það komið og við erum komin nokkuð með þetta allt á hreinu. Og þá er spurningin hvernig hjálpum við þessum fólki sem með kuðungsígræðsluna að upplifa betur tónlist. Og það er rosalega hugbúin að vinna og við þurfum að vinna alls konar merki úr tónlist til að vita hvernig við getum hjálpað þeim að njóta tónlistarinn betur. Er þetta ekki heilmikil vinna að útbúa þetta alls saman? Jú, þetta var heilt meistaraverkefni hér sem fór í þetta og það var 2 ára, auk þess vorum við með styrk frá Rannís, þannig að það var 2 ára verkefni sem fór í það og nú erum við að hefja af stað núna 2 ára Rannís styrkt verkefni til þess að halda áfram með þetta. Hljóma bara mjög spennandi. Hvað eru þessi náungar hér að bralla? Áfram með hljóð, við erum bara í hljóðum. Það sem þeir eru að bralla er að þróa hugbúnað sem getur reiknað út hvernig hljóð er í rýmum sem myndi henta til dæmis arkitektum og verkfræðingum eins og þessu hérna rými. Það reikna út betur hvernig hljóðið hegðar sér til þess að fá sem raunverulegustu hljóð í tölvunni. Þetta, eins og segi, þetta nýtist verkfræðingum og arkitektum, en þetta nýtist þetta í leikjageiranum sem er stór heimur líka. Og þeir eru búin að búa til hér, til dæmis, getur kallað sýndarveruleika, en hérna er líkan að einhverju rými og þeir eru að prófa að vinna sig áfram í að gera sem raunverulegasta útreikninga á hvernig hljóðið er þarna inn í þessu rými. Og þetta getum við síðan þegar þeir eru búin að klára sig af, þetta er nýs sprotafyrirtæki sem heitir Trebul, sem er að vinna í þessu. Og þegar þeir eru búin að ljúka, þegar þessum hluti er lokið, að þá er spurningin hvernig miðlum við upplýsingunum til notandans. Og flestallir notendur í dag eru að nota heyrnartæki. Og við höfum verið þá að skoða hvernig getum við á sem nákvæmasta máta miðlað hljóðinu til þeirra með heyrnartólum og þá skiptir máli lögunin á eyranu sem við erum með. Þegar lögunin á eyranu hefur áhrif á hljóðið sem kemur inn í eyrað og fyrir hvern og einn einstakling sem er mismunandi eyra þá þurfum við að reikna það og við erum með hérna aðstöðu hér inni til þess að mæla áhrif ytri eyrana. Þetta er dálítið sérstakt herbergi hérna sem við erum komnir í. Já, þetta er það sem kallast anechoic chamber. Þetta er herbergi án endurvarps sem gerir okkur mögulegt að framkvæma hljóðmælingar við bestu skilyrði. Þetta eru rándýr herbergi og þetta er eina svona herbergi á Íslandi fyrir hljóðmælingar.
Já, já. Og hér erum við svo með hljóðupptökutæki þar sem að við getum skoðað áhrif eyrans. Við spilum hljóð og þetta eyra hér, það mun breyta hljóðinu, hvert eyra er mismunandi og lögunin og stærðin, þannig að við getum mælt áhrif eyrans. Þannig að svo erum við bara að prófa mismunandi tegundeyrum og mæla hljóðið sem kemur inn. Já. Þannig að hugmyndin er að með hugbúnaði, þá getum við tekið hljóðið sem að Treble er búin að reikna og við getum breytt til hljóði miðað við hvernig eyra einstaklings er og þá getur einstaklingun heyrt hljóðið eins og hann væri rauninni staddur í þessu þrívídda rými. Hvernig nýtist þetta í hinu dagstaglega lífi? Þetta myndi til dæmis hjálpa verkfræðingum að hanna hljóðrými. Í dag síðustu ár hefur verið mikil áhersla á að hanna útlitslega, þannig að við getum séð rauninni óbyggðar byggingar áður en það eru byggðar. En það hefur ekki verið eins mikil áhersla, eða við erum ekki komin eins langt í hljóðhönnun. Þannig að það er þyngra verk. Þannig að þetta myndi nýtast við hönnun á byggingum. En svo sjáum við líka að afþreyinga leikjageirin myndi geta nýtt sér þetta. Já, hvernig þá, eins og ef maður er í tölvuleik, hvernig getur maður nýtt sér þetta? Já, þá er rauninni bara allt eins verður raunverulegra heldur en ella, sko. Þannig að hljóðin eru eins og þú væri virkilega þarna. En við getum tekið þetta einu skrefi lengra og við getum búið til þjálfunarhugbúnað. Til dæmis eins og blindir einstaklingar, þeir nota hljóð voðalega mikið til þess að ferðast í umhverfinu. Og ef við getum útbúið eins raunveruleg hljóð og hægt er, að þá getum við hjálpað þeim að þjálfa sig til þess að ferðast í umhverfi. Hljóma mjög áhugavert. Hvað er hérna ofan í höfðinu á þessum gaur hérna? Já, ég var að kíkja inn í kollinn. Við erum með hljóðnema hér og við getum skipt þeim út fyrir eftir hvað við viljum mæla. Þá getum það eru hljóðnemar og svo getum við rauninni sett lítil stykki hérna inn sem að herma eftir hljóðrásinni inn í eyranu okkar. En í þessu verkefni erum við bara að skoða ytra eyrað, en það er hægt að fá svona lítil rör til þess að herma eftir innra rörunum. En þetta er hljómað dálítið flókið alls saman. Þetta er flókið að útbúið þetta, ekki? Já, þetta er bæði flókið og þetta er dýrt. Allt svona er svo sérhæft að það kostar töluverðan pening að gera þetta og svo þarf maður að vita hvað maður er að gera. Já. Þið vitið eitthvað, eða ekki, hvað er að gera? Eitthvað smá. Já. Við erum að þróa okkur áfram, þannig að við erum að þróa lausnir. Og hvað gæti svona tekið langa tíma að komast í notkun? Það verður bara eftir því hvenær við erum tilbúin til að setja eitthvað á markaðinn. Auðvitað eru menn búin að vera að gera þetta í 20 ára. Þannig að við erum ekkert að koma með galdra á lausnina, en við erum að fíka okkur áfram. Og eins og með strákan hjá Treble, að þeir væntanlega geta komið eftir 1-2 ár með eitthvað á markaðinn, en svo halda þeir bara fram að þróa það. Svona svipað eins og bara farsíminn. Fyrsti farsíminn var ekki perfekt. Nei. Herðu, bara takk hérlega fyrir spjallið. Takk. Við þökkum Rúnari kærlega fyrir að taka á móti okkur og segja okkur frá þessum áhugaverðu verkefnum. Við ætlum að kíkja núna aftur í vísindasmiðjuna, en þar eru Freyr og Ari komnir með nokkrar tilraunir sem tengjast einmitt hljóði. Já, við erum komin aftur hérna í vísindasmiðjuna og Ari er hjá mér. Ari, hvað erum við með hérna fyrir framan okkur? Já, nú erum við stattir í hljóðfæradeildin okkar. Þetta er eitt hljóðfærið. Við köllum þetta kladníplötu. Ég ætla að fá plötuna til að syngja á mismunandi tónum og á sama hátt eða svipaðan hátt eins og Róland, þá teiknar þessi plata myndir í sandinn sem ég er með hérna á honum. Stórmerkilegt. Viltu ekki bara hefja að standa? Já. Þetta er einfaldasta munstrið sem ég læt hann að teikna. Og formið á þessu munstri er að endurspegla hvernig platan sveiflast þegar hún býr til þennan tón sem við heyrðum. Meðan þessi brún fer upp, þá fer þessi niður og þessi upp og sandurinn sest inn á milli þar sem er engin hreyfing á plötunni af því þar fær hann að vera í friði. Og þá er platan ekkert að trufla. Og þá myndast þetta áhugaverða
Þetta sýnir að þar sem sandurinn þar platan ekkert að hreyfast. Það eru núllpunktarnir sem við kallum. Og hvaðan kemur þessi sandur eiginlega? Hvers konar sandur þetta? Þessi sandur ættaður úr Sauðlauksdal á Patreksfirði og ég tek sandinn þaðan vegna þess að þar hann háttar þannig til að vindurinn stærðarflokkar sandinn inn eftir dalnum. Já. Svoleiðis að ég ók bara þar til ég fann kornastærð sem að hentaði og tek í fötu og þetta gerir ég í hvers skipti sem ég á þessu slóð. En við getum fengið fleiri mönstur. Nú ég að pumpa þar sem áður var engin hreyfing, þannig að nú hlýt ég að fá eitthvað nýtt. Þannig komið nýtt mönstur, annar tónn og nýtt mönstur. Hver tónn hefur sitt mönstur. Og hvernig finnst þér þessi söngur koma út? Þessi tónar eru ekki allir jafn mildir við eyrun. Þeir eru sumir svolítið skerandi og að reyna að fá einn háan. Ari, hvað erum við með hérna? Hér erum við með einfaldasta hljóðfærið okkar. Þetta er einn strengur sem og ég er með plokkara hér til þess að örva þetta og við sjáum í þessum munstur. Hér sveiflast hann, hérna er hnútapunktur þar sem strengurinn hreyfist ekkert og hér er annar hnútapunktur. Fyrir hærri tíðni þá fáum við fleiri hnútapunkta á þetta. Og þannig að það, eins og þú segir, þá myndast þetta skemmtilega munstur. Já, þetta gerist á öllum hljóðfærum, á öllum gítarstrengjum eða öllum strengjahljóðfærum, þá titrar strengurinn á þennan hátt. Grunnsveiflan er þannig að það er bara ein bunga hérna og engin hnútapunktur nema á endunum. Já, þetta er mjög áhugavert að sjá. Við heyrum ekki í þessu hljóðfæri, en við njótum þessa hljóðfæris meira í gegnum augun heldur með eyrunum. Hérna ertu komið með vatn í balar, sýnist mér. Já, ég tala nú svolítið virðulegar um þetta. Við kallum þetta söngskáluna. Ok. Og þetta vinnum við þannig að ég bleyti lófana til að gera húðina stama og strýk kantana hér og þá fer skálin að mala. Og það sem meira hún skvekkir vatni. Þetta er bara, já, þetta er eins konar töfrabrauð, myndi ég segja. Hún skvettir upp á 4 stöðum. Inn á milli, hér og hérna, var ekkert að gerast og það eru aftur þessi hnútapunktar sem við höfum verið að tala um áður. Svo þessi sveifluformið á skálinni meðan hún að sveiflast þannig að meðan þessi brún fyrir upp, þá fór þessi niður, upp og niður. Og nú ætla ég að fá þau til þess að snerta brúnin á skálinni mjög laust til að finna þennan titring. Þú finnur það gengur heilmikið á. Já, það er alveg hellingur og ske. En það er töluvert til þess að skvetta vatninu. Þetta er að fara upp 10-15 cm hjá okkur. Heyrðu, bara takk fyrir þetta, mjög áhugavert. Skiptum aftur inn í stúdíó. Þá ætlum við að bregða okkur í Öskju, hús náttúruvísinda hér í Vatnsmýrinni, en þangað fór Freyr og hitti Sæmund Ara Halldórsson, fræðimann hjá Jarðvísindastofnun Háskólans. Sæmundur hefur umsjón með 9 plasmasetri verkfræði- og náttúruvísindasviðs sem tekið var í notkun á síðasta ári. En plasmasetrið er mjög tæknilega fullkomið rannsóknarrými þar sem unnið að greiningu jarðfræði sína. Sæll og blessaður Sæmundur Ari. Sæll og blessaður. Við erum staddir hérna í Öskju í húsnæði Jarðvísindastofnunar. Já. Viltu ekki segja mér aðeins svona frá þessari starfsemi? Heldur betur. Jú, hér erum við staddir í húsnæði Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands sem er hluti af verk- og náttúruvísindasviði Háskólans. Og hér höfum við nýlokið að setja upp svokallað hreinrými sem tengist líka öðru fyrirbæri, nefnilega okkur þessu svokallað plasmasetri sem ég ætla að skýra hérna nánar fyrir ykkur. Og við erum staddir hérna við inngangina að þessu rými, virkar nú kannski fjarska ómerkilegt og eins og inngangur að hverri annarri rannsóknarstofu, en ég ætla að samfæra ykkur um annað og býðið þið bara. Þarna er sem gengið inn í þessa nýuppsettu rannsóknarstofu okkar, þetta hreinrými,
Þarna förum við úr skóm, þarna skiptum föt, förum í utan yfir galla, svona hérna fráhrindandi, hérna eitthvað efni sem ýtir frá sér ryki, dregur minna í sér ryk heldur en venjulegar peysur eins og við erum í til dæmis. Já. Og tilgangurinn með því, við komum honum betur á eftir. Og það sem við sjáum hérna og gefur að líta hérna inn af eru svona alls konar hérna krókar og kimar, mismunandi herbergi sem að öll gegna sínu hlutverki, öll tengjast einhvern veginn innbyrðis og svo framvegis. Þarna kannski glittir í miðrýmið aftur sem er þetta svokallaða búningsherbergi okkar. Já. Og það leiðir inn í mismunandi rými sem að við ætlum að koma kannski að betur á eftir. En út af hvað gengur þetta? Í stuttumáli sagt þá fer fram inn á svona hrein rými sem sagt undirbúningur sýna og í þessu tilfelli hér á Jarðvísindastofnuninni þá erum við að vinna með sýni úr náttúrunni. Við erum að vinna með sýni annars vegar af bergi og kannski helst fyrst og síðast íslensku bergi náttúrulega og svo alls konar vökum, hvort sem við erum að ræða jafnvel, mögulega gastegundir eða grunnvatn og allt upp í jarðhitavatn. Og það sem við erum að gera hér, tilgangur með þessu öllu saman, er að við höfum áhuga því að greina styrk, hvort sem við erum að ræða bara magnbundnar greiningar á magni tiltekinna efna, frumefna, eða þá samsætu hlutföll. Samsætu hlutföll gera okkur kleift að rýna í uppsprettur efnana, mögulega tímaskala sem eiga við og varða flutning efna í náttúrunni og svo framvegis og svo framvegis. Það sem er undir hérna og ástæðan fyrir því að flækjustigin eru svo mörg hérna, eins og við komum að betur á eftir, það er nefnilega það að við erum fyrst og fremst að skoða málma. Lotukerfið er jú að megni til málmar. Og til þess að skilja betur hvað leynist í sýninu þínu, nefnilega hvert er fingrafar náttúrunnar í viðeigandi bergtegundum eða vökvasýnum, þá þurfum við að vita nákvæmlega hvað kemur frá náttúrunnar hendi og hver eru grunngildi rannsóknarrýmana sem við erum að vinna í hverju sýni. Þannig að við kannski komum að því betur og eftir. Já, og segðu mér hérna, hversu mikilvægt eru þessar rannsóknir hérna, hversu mikilvægar eru þær fyrir samfélagið og ykkur? Sko, ég ætla að leyfa mér að segja allavega hvað varðar það fag sem að ég hérna vinn á, því fagsviði sem er sem sagt jarðefnafræði, að þá er rými eins og þetta að gjörbreyta öllum okkar möguleikum á að stunda rannsóknir á heimsmælikvarða. Við getum verið fullgildir meðlimir, þáttakendur í alþjóðasamfélagi vísinda með því að gera sífellt meira hér sjálfur. Fram að þessu höfum við ekki haft aðgang að rými, það hafa vissulega verið til staðar hreinrými á Íslandi, en þau hafa ekki verið sett upp nákvæmlega í þessum sama tilgangi. Þannig að þetta rými sem við tókum í gagnið formlega núna á síðasta ári, síðastliðið vor var það formlega vígt. Það vil ég meina, er að breyta gríðarlega miklu fyrir okkur sem stöndum að þessum rannsóknum og í kjölfarið fyrir íslenskt samfélag. Ætla ég að leyfa mér að segja. Geturðu sagt mér eitthvað frá þessum loftræstistokki og loftinu þarna inni? Vel til fundið. Heyrðu, hann er svolítið skemmtilegur þessi stokkur og þú séð að hann er engin smásmíði og þú tekur jafnframt eftir því að hann mjókkar eftir því sem dregur hérna inn ganginn, sko, eftir því sem förum hérna lengra inn ganginn, hérna vestur eftir. Og það skýrist að því að það sem við komum hérna í gegn áðan, það er stór inntaksblásari sem tekur loft utanfrá, utan við húsið, utan við öskju, blæst þig hérna upp eftir þessum stokk og svo eru hérna greinar sem blæða inn og blása inn lofti sem, nota bene, og þetta er svolítið lykilatriði sem við sjáum betur á eftir, er allt saman hreinsað. Það er búið að fara í gegnum nokkur lög af ryksugufilturum. Við sjáum þetta betur eftir. Þannig að það er verið að pumpa inn gríðarlegu magni af lofti inn í þessi mismunandi rými. Aha, og þú ætlar að sýna mér þetta aðeins betur kannski hérna inn í þessu herbergi, eða ekki? Jú, hér er svolítið hjartað og sálin í þessu öllu saman, sko. Hér er sem sagt þetta hreinrými. Það er hægt að benda á mjög margt þarna. Kannski byrja á því þar sem við enduðum. Þú tekur eftir því að í loftinu eru þarna rifflaðar plötur og þar fyrir ofan er að finna síðasta ryksugufilturinn, HEPA-filturinn, sem loftið er búið að fara í gegnum. Þannig að það loft sem við erum að dæla hérna inn, það er ekki bara rosalega mikið af því, þetta er mikil þrýstingur sem við pumpum þarna inn, heldur er það líka tandurhreint. Og það sem við erum að reyna að ná fram með þessu er að tryggja það að rýmið hérna innaf sé alltaf
þar sé alltaf yfirþrýstingur borið saman við nær umhverfið. Þannig að með öðrum orðum það er alltaf verið að pumpa öllu í burtu. Og þær agnir, það loft sem kemur þarna inn, inniheldur miklu færri rykagnir heldur gengur og gerist bara í loftinu hér sem við öndum að okkur eins og við stöndum hérna. Svo nemur í þessu tilfelli þarna kannski 2-3 stærðargráðum. Í stað þess að telja rykagnir á hvert fermetra sem að hlaupa á tugum ef ekki hundruðum milljóna, þá erum við kannski að tala einhverjar þúsundir sem ekki neitt. En svona rykagnir einmitt kannski helsti áhættu þátturinn þegar við að ræða að halda grunngildi rannsóknarrýmanna í lágmarki. Já, þannig að þið viljið bara hafa sem allra minnst af ryki og hvernig ekki erfitt að telja rykagnirnar eða hvernig fer það fram? Það allt hægt í dag. Það gert með sérstökum lasermælum. Já. Og síðast ég vissi þá stóðumst við það próf, þannig að við erum bara ánægðir með árangurinn Já. En það sem gerir okkur kannski einstök, að því sem ég kom inn á það, þá eru vissulega til sambærileg rými hér á Íslandi. Tökum svo dæmi hérna bara Alvo Tech húsið hérna við hliðina á okkur. Eins og ég skil það, að þá eru að finna fjöldan allra sambærilegum rýmum, hreinrýmum. Hins vegar hefur þetta hérna rými ákveðna sérstöðu. Þarna komum við aftur að fæinu okkar jarðefnafræði, af því við erum að fást við náttúruna. Að hér inni, og þú kannski veitir því athygli, að það nánast hver einasti munur sem þarna inni, hvort sem við erum að ræða innréttingar, pípettur, allt efnið, öll glös og allt sem við erum að fást við meira eða minna allt úr plasti eða húðað með plasti. Og það tengist aftur viðfangsefninu, nefnilega manstu ég kom inn á þannig að við erum að vinna með málma. Þannig að við erum að reyna að draga úr náttúrulegri málmengun í nærumhverfið þarna inni. Þannig að það gerir rannsóknirnar auðveldari fyrir ykkur. Í raun og veru gerir það möguleikar. Af því að ef ekki væri fyrir þessa uppsetningu, að þá væru við alltaf að basla við að reyna að skilja hvaðan í raun og veru hvaða þýðingu merkið okkar hefur. Þannig að nú teljum við okkur við erum búin að hreinsa grunnmerkið, allt umfram það þá eitthvað sem komið frá náttúrunnar hendi. Þannig að við höfum miklu betri stjórn á því sem við erum að mæla og fyrir vikið getum við treyst þeim gögnum betur sem við erum að framleiða hverju sinni. Og þeir sem að starfa inn í þessu rými, þeir finna ekkert fyrir þessu lofti eða einhverjum þrýsting eða eitthvað þannig eða? Ég held að líði bara nokkuð vel að inni, sko. Já, það brenglast ekkert þegar maður þarna inni, sko. Og það meirist ekkert sérstaklega mikil háað þarna inni, sko. Rýmið ekkert sérstaklega stórt, sem kannski virkar svolítið sérstakt, sko. Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli? Þetta ekki merkilegar á stærð en þetta. En það raun og veru ekki stærðin, sko. Það raun og veru hvað við erum að gera og hvernig það uppsett. Og þú sérð að það eru hérna allavega skápar, það eru þarna nokkrar raðir af skápum sem að ganga fyrst og fremst út á það að búa til rými inn í þessu hreinrými sem jafnvel ennþá hreinna. Þá erum við að hringrása að ofan lofti í gegnum enn einn ryksugufilterinn, þannig við búum til flöt, það sem að þeir eru að vinna þarna strákarnir núna, sem ennþá hreinni. Þannig að þá erum við komið með ennþá færri rykagnir per fermetra, sko. Eða rúmmetra öllu heldur. Heyrðu, ég held að segjum þetta bara gott. Þetta búið að vera mjög fræðandi og áhugavert og ég bara þakka kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Gaman að fá þér. Við þökkum Sæmundi kærlega fyrir að taka á móti okkur og sýna okkur plasmasetrið. En til mín komin Sólveig Jakobsdóttir, prófessor í fjarkennslufræðum og hún ætlar að segja okkur aðeins frá fjarmentabúðum sem hafa notið aukinna vinsælda núna nýverið. Velkomin Sólveig. Já, sérsviði mitt upplýsingatæknimenntun og svo fjar- og netkennsla og sem hefur verið mjög í deglunni náttúrulega undanförnum misserum út af COVID. En það var semst ekki bara heilbrigðiskerfið og heilbrigðisstarfsfólk sem var í eldlínunni. Það var ekki síður skólakerfið og starfsmenn þar, kennarar sem var eiginlega kastað út í djúpulaugina þarna í mars þegar að skólalokanir brustu á og samkomu takmarkanir með eiginlega engum fyrirvara. En það kom áskorun frá menntavísindasviði að við starfsfólki myndum reyna að styðja við skólasamfélagið með einhverjum ráðum og okkur datt á í huga að bjóða upp á fjarmentabúðir, það er sem mentabúðir á netinu, þetta eru svona óformlegir viðburðir eða vinnustofur
og með áherslu sem þetta á jafningjafræðslu og möguleika í fjár- og netnámi. Og við náðum þannig saman stór hópur af kennurum, bæði við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri, vorum í samráði við ýmsa aðila. Til dæmis það voru Menntamiðja og Reykjavíkurborg, skóla- og frístundasvið, Menntamálastofnun og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Og við sem sagt skipulögðum nokkra viðburði þarna vorið 2020. En það er kannski rétt að segja aðeins frá hvað menntabúðir eru nánar. Þetta hefur verið mjög vinsælt frá 2012 hér á Íslandi. Þetta má segja að þetta sé svona ekki ráðstefnur, það er svona unconference. Því að dagskráin er svona oft ekkert mótuð fyrir jafnvel á staðnum eða með stuttum fyrirvara. Og þarna skiptist fólk á getur verið að skiptast á að vera í kennara og nemenda hlutverki. Það er þá oft verið að deila hugmyndum og reynslu og sýna nýtingu einhverja tækja og tóla og tæknimöguleika, ræða þá. Þannig en áherslan sem sagt á jafningjafræðslu og myndun tengslanets. En þetta hefur sem sagt verið sívinsælla hér á landi. Við byrjuðum með þetta 2012 með framhaldsnemum sem margir hverjir voru starfandi kennarar við menntavísindasvið og mæltist mjög vel fyrir og árið seinna þá náðum við samstarfið við nokkra aðila og opnuðum húsnæði og buðum kennurum af vettvangi að koma til okkar. Og síðan frá 2014 höfum við verið með þetta líka í grunnnámi kennaranema og Háskólinn á Akureyri hefur skipulagt svona viðburði í náminu hjá sér en bara Eyment og fræðslumiðstöðvar um landið sem að hafa í vaxandi mæli nýtt þessa leið, ekki þá síst í starfsþróun kennara en líka í kennaranámi. En við höfum oft verið að hugsa, hægt að færa þetta yfir á netið? Það eru ákveðnir kostir og betra aðgengi til dæmis. En það hafði alltaf staðið svona í veginum að það voru ekki nógu góðar tæknilausnir til staðar til að vera með fjölmenna fundi í varðandi hljóð og mynd. Ekki fyrir núna allra síðustu misserum. Þannig að þegar COVID skellur á að þá erum við tvær, ég og Sólveig Sófunesdóttir í hvorum háskólanum og þá hafi komið þá upp þessi hugmynd að vera líka með fjölmenntabúðir fyrir kennara á vettvangi, bara opnar vegna COVID. Svo við náum saman þessi hópur sem ég nefndi áðan. Og skipulögðum 3 viðburði og þetta gerðist bara ótrúlega hratt. Þetta var 27. mars náðum við að vera með fyrstu búðirnar og það voru bara vika sem fór í auglýsingar og en það voru yfir 200, hátt í 250 held ég sem mættu þá og næstu jafn margir, við heldum svo aðrar fjölmenntabúðir 3 vikum seinna í apríl og svo þær 3. í maí. Það var nú farið að hægja svolítið en þegar upp var staðið þá voru þetta yfir 400 og eitthvað mann sem að komu og yfir 50 framlög frá 40 kennurum. Þannig að við settum þetta upp, við notuðum Zoom sem sagt, höfum gert það fram að þessu allavega. En við vorum þá settum þetta upp sem 6 samhliða stofur, hálftíma og nokkra lotur. Þannig að, og þetta gekk bara vonum framar og við vorum sem sagt með þátttakandahóp sem var bara alls staðar á landinu og mest kannski að grunnskólastiginu, þetta var auglýst alveg opið en það var líka framhaldsskólastig, háskólastig og fullorðinsfræðslu fólk eða leikskólanum. En þetta mæltist mjög vel fyrir, við vorum með kannanir það sem að fólk taldi sig hafa haft mikið gagn af þessu. Það var mjög ánægt með þetta form starfsþróunar og vildi að þessu yrði haldið áfram og myndi mæta á sambærilega viðburði.
En við sem sagt erum þá komið með lén, sem sagt fjarmentabúðir.is, það nú eiginlega ekkert komið þar inn ennþá, en þar er vísað á dagskrárvefinn hjá okkur, þar hægt að komast í upptökur af þeim framlögum sem voru í vor og núna í desember og af þeim flestum. Það er nú eitt kosturinn við að geta haft þetta á netinu að ef þetta eru venjulegar mentabúðir þá er ekki verið að taka á stöðvum allstaðar upp framlögin og þarna þarf getur fólk þá ef það hefur áhuga á fleiri en einu farið á milli og skoðað. Þessar upptökur hafa nýst bara ansi vel til dæmis hjá nemendum mínum í haust að þá voru við mjög ánægð með að komast í þetta og ég veit að þetta hefur nýtt töluvert af kennurum á vettvangi. En við höfum verið þá að birta efni og kynna á ráðstefnum og munum vinna líka í ábendingum til þeirra sem vilja nýta þetta ágæta form í starfsþróun og að læra nýja tækni og við hvetjum aðra til að prófa sig áfram á þessu sviði. Takk að kærlega fyrir komuna og gangi ykkur bara sem allra bestu framhaldi. Takk fyrir. Takk. Við ætlum að kíkja aftur í Öskju en Freyr hitti þar einnig hana Helgu Kristínu, doktorsnema í eldfjallafræði. Helga vinnur að rannsóknum á Öræfajökli og notar meðal annars örgreini við rannsóknarvinnu sína. Já, ég er hér staddur með henni Helgu Kristínu í Raunvísindastofnun, Sælublasið. Hæ. Segðu mér aðeins frá náminu þínu. Þú ert í eldfjalla- og bergfræði, ekki satt? Já, ég er í doktorsnámi í því fagi. Búið með cirka 1 ár, aðeins meira, og á vonandi þá bara 2 eftir, kannski 2,5. Ég veit ekki alveg hvernig COVID spilar inn í þetta plan hjá mér að þá. En já, ég er svona nokkurn veginn bara á réttu róli með allt saman. Og hvað er það svona sem að felst í þessu doktorsnámi? Ég er að rannsaka Öræfajökul og eldfjallið Berenberg á Jan Mayen og er að reyna að sem sagt endurhanna kvikukerfið undir, eða sem sagt hvernig kvikuhólfið undir Öræfajökli er, hversu djúpt er það, hversu stórt er það og hvort það séu fleiri pokar eða eitthvað svoleiðis og bara svona aðeins að sjá hvernig, já, hvað er í gangi undir fjallinu bara yfir höfuð. Já, þú ert í rauninni að rannsaka hvernig Öræfajökull til dæmis er að innan, eða Já. ekki? Þetta er svona, maður segir að þetta heitir plumbing system, þannig að þetta er svona eldfjallapípari. En sko, já, ég er strax komið nokkrar mjög skrýtnar og áhugaverðar niðurstöður og oft sko ef maður kemst að einhverju niðurstöðu og hún er svolítið svona, já ok, ég átti ekki von á þessu, þá býr þetta bara til fleiri spurningar. Þannig að það er kannski eftir að reyna að svara einu en býr til 10 fleiri spurningar og svo bara ok, þetta er kannski aðeins svo mikill pakki þarna, við þurfum eiginlega bara að rannsaka þetta sér. Þannig að það er margt sem kemur í ljós þegar maður er búinn að til dæmis efnagreina eða eitthvað svoleiðis að ok, þetta er svona aðeins flóknara en hvað við byggjumst við. En áhugavert, er það ekki? Jú, það er eitthvað mikið í gangi þarna undir. Ég er allavega komið þá niðurstöðu. Já, þú ert búinn að fara nokkra ferðir, eða ekki þangað? Já, búinn að taka fullt af sýnum og ég er einmitt að rannsaka nýjasta gosið sem var 1727 og það er engin annar búinn að rannsaka það til dæmis. Og já, fullt af öðrum gosum úr Öræfajökli, bara við vitum ekki nákvæmlega hvenær þau voru, en því fleiri gos, því nákvæmari niðurstöðu. Og vonandi get ég séð að sum gosin eru að koma úr sama hólfinu eða þetta er allt annað hólf, kannski er þetta bara eins og tré að innan, bara fullt af öngum út allt, þannig að Og hérna ertu með bergtegund, er það ekki eina sem að þú hefur rannsakað? Já, sko þetta eru þunnsneiðar, þetta er það sem fer inn í micropróbin eða örgreinin og sko það sem þarf að gera er, þetta er svona að maður kom ekki út. Fyrst ertu búinn að saga niður bergbút, ég var bara með hraun eða eitthvað svoleiðis og það þarf að vera rosa lítið, síðan er það svona sett ofan í lím og stundum svo er þetta bara ísilímið og það þarf að gera það svolítið oft hérna, hún Rebekka okkar sér þetta sem betur fyrr. En
síðan þarf að pússa þetta niður í þannig að bergið sé 0,3 mm þykkt. Þess að það stólar svolítið á þetta lím, sko, svo er þetta glerplata líka. Síðan endar þetta er ekki sama sýnið, sko, síðan endar þetta í, sem sagt, hér erum við með berg, þetta var sem sagt steinn, en núna er hann orðið 0,3 mm þykkur. Þá er þetta skotið í smásjá og svoleiðis og undirbúa vinnuna áður maður fyrir þetta. Síðan þarf að kolefnahúða þetta, þannig að þetta verður svona dökkt af því að kolefni leiðir rafmagn og það sem örgreinirinn gerir, hann skýtur rafeindir sem að hleður þá upp yfirborðið á sýninu og þá getur þú séð hvað er í gangi, sko. Síðan ertu bara að efnagreina og færð svo fullt af gögnum, bara risa Excel-skjöl sem þú þarfst svo að vinna úr seinna. Þannig að það er mikil vinna, er það ekki, að vinna úr svona gögnum? Já, þetta er samt, sko, þetta verður alveg automatist þegar maður er búinn að gera þetta oft, sko, en ef maður ætlar að gera einhver ný gögn og hérna plotta eitthvað graf sem að þú hefur aldrei rannsakað áður eða þú veist ekki hvað þú ert að fara að sjá, þá það er náttúrulega öðruvísi prósess. Svo er líka hægt að setja inn svona hringi, þá er maður bara búinn að tína til korn og það er sem sagt límt svona niður og pússað. Þannig að ég þarf alltaf yfirborðið, sko, þú þarft alltaf yfirborðið af berginu. Þú má ekki snúa svona, ég get ekkert efnagreint kornin nema þau séu á yfirborðinu, skiljiði. Þannig að þetta er smá svona ferill að þessu, þetta getur alveg tekið langan tíma að gera eitt sýni, sko. Já, ég ætlaði að spyrja það því, hvað er þetta tæki lengi að vinna úr? Já, yfirleitt, sko, ég tek svolítið mikið af punktum. Þannig að það fer eftir steindinni, sem sagt kristallarnir, það er mismunandi efnagreiningar á þeim og sumar taka 3 mínútur, sumar taka 4 mínútur og ef þú ert kannski með 250 punkta, það á 250 sinnum 4 mínútur, þetta getur alveg farið upp í svona sólarhring, sko, þannig að það þarf að keyra yfir nóttu. Og hérna núna er þetta mitt í gangi og ég veit ekkert hvað eru margir punktar núna, en yfirleitt er ég að koma aftur morguninn og svona hádegisbilið er þetta búið. Já. Og svo náttúrulega getur alveg farið eitthvað úrskeiðis, tæki hættir kannski nóttina eða eitthvað svona og þá þarftu að keyra það í gangi aftur og það er náttúrulega margir klukkutíma sem fara í það. Já. Og þú tekur svona tarnir hérna inni, eða ekki? Jú, maður er ekkert oft í þessu tæki, ég tek kannski svona viku og viku, ég tók viku í apríl, maí og svo núna í september og þá er maður bara góður, sko. Já. Maður er náttúrulega mikill undirbúningur fyrir, ég er kannski með einhverja 12 þunnsneiðar eða eitthvað, þá er ég búinn að stúdera hverja einustu þunnsneið eins og bara landakort og veit nákvæmlega hvaða kristalla ég vil skjóta á og búinn að, maður er bara búinn að merkja allt saman fyrirfram. Þannig að það er mikil undirbúningsvinna og svo bara, situr ég hérna bara í marga klukkutíma, það er engin gluggar og læti og svona og svo bara færðu fullt af niðurstöðu sem þú getur bara unnið í marga mánuði með. Já. Og þú hefur eitthvað verið líka í viðtölum með það ekki, við erlenda fjölmiðla? Já, alveg nokkra heimildarmyndir. Það var þá aðalega í 2019, náttúrulega ekkert í fyrra. Nei. Það var eitthvað fyrir National Geographic, Voyager, United Airlines var með hérna, þau eru með borð svona fræðsluþætti alla áfangastæðina, þannig að það er bara heimildamynd sko Ísland, ég var í því. Svo er ég að fara í einhverja heimildarmyndatökur í mars ef að COVID leyfir, sem sagt. Já. Og já, eitthvað, ég er að gleyma eitthvað, en þú veist. Alls konar bara. Þannig að það er mikill áhuga á þessu og gaman að miðla honum, eða ekki, miðla öllu þessum fræðum og þú ert meðal annars að gera það á Instagram, eða ekki líka? Jú, þegar ég er ekki alltof upptekinn í þessu, þá er ég alveg dugleg að setja inn myndir og sérstaklega líka að það gerist eitthvað eins og þegar stóri skjálftinn var daginn, þá var ég fljót að búa til bara fræðsluefni sem er, á mannamáli, ekki eitthvað allt of flókið. Mér finnst alveg gaman líka að útskýra flókna hluti á einfaldan hátt og
tek mikið af ljósmyndum, drónamyndum og fínt að tvinna það svona saman og svona mikið út í náttúrunni. Það bara takk kærlega fyrir spjallið og Já, takk sömuleiðis. Gangi þér vel. Takk. Við erum komin í samband við hana Steinunni A. Ólafsdóttur, doktorsnema í heilbrigðisvísindum. Hún ætlar að segja okkur aðeins frá samnorrænu verkefni sem hún er búin að vera að vinna. Steinunn, hvað geturðu sagt mér þetta verkefni ykkar? Já, takk fyrir, komið sæl. Verkefnið okkar, það kallast Activables og er svona samnorrænt verkefni eins og sagðir Háskóla Íslands, Háskóli í Lundi og Háskólan í Finnlandi. Og þetta gekk út af það að þróa svona búnað fyrir einstaklingar sem hafa fengið heilablóðfall eða heilablæðingu til þess að vera meira líkamlega virkir heima við og gera æfingar. Og þá svona vorum við sérstaklega að leggja áherslu á æfingar fyrir jafnvægi og æfingar fyrir upphandleggi. Þetta fólk glímir oft við jafnvægisskerðingar og einhverja skerta færni í handleggjum, þannig að það var svona stefnt á að reyna að fá fólki til þess að æfa það frekar. Svo er þetta fólk líka þekkt fyrir að hreyfa sig ekki mjög mikið, þannig að við fórum líka í að þróa forrit til þess að fá þau til þess að ganga meira. En á ég ekki að útskýra aðeins hérna fyrir ykkur eins og með jafnvægisæfingarnar, að þá var það mjög einfaldur búnaður og það var svona kannski hugsunin í þessu öllu saman að hafa þetta einfalt þannig að fólk gæti gert þetta á einfaldan hátt heima hjá sér og verið þá svona svolítið sjálfbjarga. Og þá til dæmis var svona búnaður fyrir jafnvægisæfingarnar. Það var svona jafnvægisdýna sem var með skynjurum sem var tengt við spjaldtölvu. Og á spjaldtölvunni voru þá svona skilaboð, þarna sjáðu þið 3 útgáfur af leikjum að þá átti fólki svona að hreyfa fæturnar og vera með þungaflutninga til að æfa jafnvægið í þessum 3 útgáfum. Það var líka hægt að kalla fram ákveðin hljóð, ákveðna tónlist, þannig að fólk gat fundið takt og hreyft sig í takt við það eftir púðanum og fengið skilaboð í gegnum tölvuna hvernig þeim gekk, hvort þau væru að gera það sem þau áttu að vera að gera. Og þetta var hugsað þannig að það væri þá þjálfari sem að setti þau inn í þetta, ég er sjúkraþjálfari, og fólk fengi þá áætlaðan svona dagskammt. Það var ætlast til þess að fólk nota þetta 5 daga vikunnar og svona mismunandi eftir getu hversu langan tíma við báðum fólk að nota þetta á hverjum degi. Og þannig að spjaldtölvan safnaði upplýsingum það hversu lengi og mikið fólk var búið að gera æfingar. Og svo var hægt að gera svolítið erfiðari ef að fólk fór að fara fram. Þannig að þetta svona dæmi jafnvægisæfingarnar. En það sem ég langaði til að sýna ykkur líka voru hérna ljósin sem voru þróuð. Þá var það annars vegar sem ég sjáðu þarna, allir það sé þá ekki vinstra megin, þá var það bara svona stakt ljós sem var þá til dæmis hægt að tengja við jafnvægisæfingarnar. Og eftir því sem ef við segjum að viðkomandi hafi fengið 30 mínútur sem hann átti að gera á dag, að þá lýstist ljósið, þá sem kom ljós og það magnaðist upp eftir því sem þessar 30 mínútur nálguðust. Þannig að ef að viðkomandi var til dæmis bara búin að vera í 15 mínútur þá var lampinn komið með ljós hérna hálfa leiðina upp hérna. Þetta voru svona ljósstrimil sem lá hérna upp og hann lýstist smám saman eftir því sem tímanum leið. Þetta var hægt að tengja líka við handæfingarnar og gönguforritið. Og síðan er þetta Active Tree sem er hérna hægra megin, að þá var hægt að tengja hverja eina grein við mismunandi æfingar. Þannig að ein greinin gat verið jafnvægisæfingar, önnur handæfingar og svo þriðja fyrir fjölda skrefa eða göngu og hreyfingu. Geturðu sagt mér, er þessi búnaður komin í einhverja almenna notkun? Nei, þetta er nú ekki komið svo langt og þetta er í svona ákveðinni biðstöð akkurat núna. Við fengum fólk í lið með okkur, bæði fólk sem hefði fengið heilaáföll og aðstandendur sem og fagfólk í þróunarferlinu og endum síðan á því að prófa þetta á 10 einstaklingum. Þannig að þetta er í rauninni bara algjörlega grunnrannsóknir sem eru búnar. En það væri vissulega mjög gaman að halda áfram með þetta og kannski má segja frá því að eins og með jafnvægisæfingarnar og jafnvægisbúnaðinn að hann svona var náttúrulega lengst kominn og fólk var almennt lýst almennri ánægju sinni með að hafa aðgang að því heima hjá sér. Þannig að
framtíðin verður svolítið að leiða í ljós hvað verður þetta en það væri vissulega mjög gaman og gott að fá þetta í almenna notkun. Já, þakka þér kærlega fyrir þetta Steinunn. Það verður spennandi að fylgjast með framhaldinu hjá okkur. Já, bara kærar þakkir sömuleiðis. Þá ætlum við að bregða okkur aftur í vísindasmiðjuna en þar Freyr kominn með vísindameilarana Martin og Kristbjörgu sem ætla að sýna okkur fleiri vísindatilraunir sem smiðjan hefur upp á að bjóða. Við erum komið með hana Kristbjörgu hérna í vísindasmiðjuna og hún doktorsnemi í eðlisfræði og vísindamiðlari hérna á vísindasmiðjunni. Já, það er rétt. Og það sem ég ætlaði bara að sýna ykkur hérna nú í dag en ég stunda rannsóknir við nanotækni á þunnum seglandi filmum og ég með segul hér, sterkan neodymium segul. Og það er svo skemmtilegt við alla segla en við tengjum oft málma bara við segulvirkni. Eins og hérna ég með járn og segullinn minn seglast í járnið og við höldum að bara allir málma seglast en það bara vegna þess að það er svo rosalega mikið af járni í umhverfinu okkar. En það ekkert þannig að allir málmar seglist. Eins og hérna ég með kopar og við þekkjum hann á þessu fína rauða lit og segullinn minn seglast ekki við hann. Og það gildir sama með plastið. Og við vitum það kannski alveg að plast seglast ekki. En það er svolítið skemmtilegt að horfa hérna. Ef ég sleppi seglinu mínum í gegnum plaströrið þá dettur hann bara beint í gegn. Já, já. En ef við skoðum hérna koparinn, þá gerir svolítið annað. Þá dettur hann miklu hægar. Og það er vegna þess að þó að koparinn sé ekki endilega segulvirkur, þá hann samt sem að vera víxlverkað við segulsviði frá smínu segli sem veldur því að hann hægir á sér. Og atriði hérna á bakvið, eðlisfræðin hér á bakvið líka ástæðan fyrir því að við getum búið til rafmagn. En hérna ég með rör og hérna annar svona sterkur segull í botninum. Og ef ég sný hérna rörunni á hvolf, þá sérðu kannski að ljósapyrurnar, þær blikka. Blikka, já. Þegar segullinn dettur hér framhjá. Þannig að hérna inni ég að spana straum. Og þannig að virðast þér svona hlutir, þannig að alls konar dót hérna inn í vísindasmiðjunni, en það tengist allt alvöru vísindum. Og þetta hérna þessi hlutir sem þú lærir í eðlisfræðinni þegar þú fer hérna í BS-MA og master og svo áfram. Og hvernig virkar þetta svona út í samfélaginu? Getur eitthvað sagt mér um það? Já, þetta til dæmis bara atriði á bakvið það að við getum búið til rafmagn. Að rafalar virka nákvæmlega svona. Það er kannski aðeins flóknari setup en svona rör. En líka það að ég stunda rannsóknir, en ég stunda ekki rannsóknir inni í vísindasmiðjunni, heldur stunda ég þar í VR3 í örtækni kjarnanum þar. En þar eru með mjög stóra og flotta rannsóknastofu, þar sem að ég og margir aðrir stunda rannsóknir á meðal annars segulvirkum þunnfilmum. Og þetta ekki áhugavert að starfa við? Þetta er það áhugaverðasta. Já. Já, við erum ennþá hérna í vísindasmiðjunni og hjá mér hann Martin. Sæll blessaður. Og þú ert verkefnastjóri hérna í vísindasmiðjunni, eða ekki? Já. Geturðu sagt mér eitthvað frá þessu undarlega tæki sem hérna? Heyrðu, þetta tæki kallast Van de Graaff generator, háspennu rafall eða eitthvað svoleiðis. Svo hérna inni erum við með belti og þegar við kveikjum á tækinu þá snýst það hring eftir hring og dregur rafeindir hérna upp á efri kúluna. Við það sem hleðst hún upp og þá getum við til dæmis séð neista fljúga. Svo hérna erum við að reka rafeindir, taka hérna neðan frá, flytja þær upp á kúpurinn og þær vilja hrinda hvor annarri frá sér en þær komast hvergi. Svo ef við berum hérna neikvæða jarðarskauti hérna upp að, þá getum við fengið hérna neista til hljópa. Svo þarna erum við að tala einhverja 20 kílóvolta. Mjög há spenna, en þetta það lítill straumur að þetta ekki hættulegt. Svo þetta háspenna en ekki lífshætta. Og þetta svo ólífshættulegt að ég get meira að komið bara upp að þessu og leyft neistanum að fara yfir í mig. Já. Svo þetta ekki hættulegt, en hérna við pössum samt að vera ekki með rafmagnstæki en eitt svoleiðis á okkur. Geturðu sýnt okkur eitthvað meira? Sko, ef við afhlutum hana aðeins, og nú erum við bara búin að skoða hvernig neistarnir hlaupa hérna á milli kúlana, en ef við pröfum að tengja jafnvel bara okkur sjálf við þetta, þá get ég til dæmis stíð hérna upp á
og ef ég snerti kúpulinn þá munu rafeindirnar vilja flæða líka yfir á mig. Svo núna er kúpurnar hlaðast upp en ég er að hlaðast líka upp. Svo ég fer neikvætt hlaðin, rafeindirnar dreifa sig líka á minn vegna þær vil ekki vera nálægt hvor annarri. Þær fara út á húðina, út á öll hárin og vegna þess að þær ýtast frá hvor annarri að þá byrjar hárið að mér líka að fara upp í loftið. Já, þú fær þessa fínu hárgreiðslu. Þetta er náttúrulega langflottasta hárgreiðslan, sko. Þetta er svo lengi sem að ég er upphlaðinn. Rafeindirnar þær hægt og leka líka af mér, en helst þar sem einhvers konar oddar eða veilur á betur góður í kúlulögun. Svo ef ég til dæmis bendi á þig, heyrðu þig? Já. Núna er ég að skjóta rafeindum af þér. Ef að ég hins vegar bara sleppi, stíg niður, þá leika þessar rafeindir bara auðveldlega af mér og nú er ég orðinn af hlaðin á ný. Og hvernig er tilfinningin að vera í? Maður finnur ekki fyrir neinum straum sem slíkum. Þetta er aðalega bara þetta að öll hár byrja að rísa, peysan dregst að mér. Þetta er mjög áhugaverð tilfinning, skulum við segja. Takk hérlega fyrir þetta. Takk sömuleiðis. Skiptum aftur upp í stúdíó. Það er greinilega margt áhugavert og skemmtilegt að finna í Vísindasmiðjunni og við þökkum þeim kærlega fyrir að taka á móti okkur. Ef þið viljið kynna ykkur starfsemi Vísindasmiðjunnar nánar þá hvetjum við ykkur til að kíkja á heimasíðu smiðjunnar vísindasmiðjan.hi.is. Þar má finna ýmsan fróðleik þau vísindi sem smiðjan býður upp á og þar má meðal annars nefna myndbönd með heimatilraunum sem áhugasami krakkar á öllum aldri geta pröfað. Munið bara hafa ávallt eitthvað fullorðinn með sem getur aðstofað. Hjá mér núna er hún Ragnhildur Guðmannsdóttir, aðstofamaður rannsókna við næringar- og matvælafræðideild og hún ætlar að segja okkur aðeins frá meistaraverkefninu sínu. Ragnhildur, hvað segirðu? Hvaða verkefni varst þú að vinna? Herra, já, ég vann verkefni leikjamiða næringarfræðslu fyrir börn og markmið verkefnisins voru að skoða áhuga og óskir á stafrænum lærdómsleikjum sem tengjast heimi næringar meðal barna í Danmörku á Íslandi ásamt því að skoða næringarþekkingu þeirra og leikjahegðun. Einnig voru markmið verkefnisins að þróa einfalt leikjaforrit með álitum og sjónarmiðum ungmenna. Við fengum 3 15 ára ungmenni í grunnskóla í Danmörku sem var boðið af forritunarkennara sínum að taka þátt í að þróa leikjaforrit. Í október 2019 þá fengu þau gagnreyndar upplýsingar næringu og fæðu umhverfi. Þetta var spurningaleikur sem að ungmennin voru að forrita, bæði á ensku og dönsku. Leikurinn fékk nafnið Fæðueplið og á milli spurninga voru smá skilaboð til að hvetja leikjaspilarann til að halda áfram í leiknum og gefa honum endurgjöf hvar leikjaspilarinn væri staddur. Og einnig voru vísbendingar sem eru til þess að hvetja áhuga hjá leikjaspilaranum. Forritið var aðgengilegt á vefsíðu en framtíðarsýn okkar var að setja þetta í smáforrit fyrir síma. Hefur eitthvað sambarilegt verið gert áður? Já, stafrænir leikir í tengslu við næringu er frekar nýstárleg aðferð og hefur verið rannsakað núna í 2 áratugi. En slíkir leikir stuðla að breytingum í fæðuvenjum og næringarþekkingu. En langtíma rannsóknir er eitthvað sem þarf að skoða betur og er kannski verkefni, næstu verkefni. Takk kærlega fyrir komuna, Ragnhildur, og gangi ykkur vel með þetta verkefni. Takk fyrir það. Síðasta heimsókn okkar í dag í bílskúrinn hjá Team Spark. Þar smíða nemendur rafknúinn kappaksturspíl frá grunni og keppa á honum við önnur lið háskólanema á alþjóðavettvangi.
Kappakstursbíll Team Spark hefur ávallt vakið mikla athygli á viðburðum Háskóla Íslands og hafa fjölmargir fengið að máta sig í sæti bílstjórans á einum vinsælasta kappakstursbíl landsins. Freyr fór og hitti hann Friðrik Val, nemenda í vélaverkfræði og liðsmann Team Spark. Ég hér staddur í gámnum hjá Team Spark og hjá mér hann Friðrik. Sæll blessaður. Sæll blessaður. Segðu mér, hvaða vinna fer hér fram í þessum gámi? Heyrðu, hérna erum við að framleiða, sem sagt, kappakstursbílinn okkar. Hérna sjáum við gamla bílinn okkar, hann Silfru, sem framleiddum 2019. Og þetta bíl sem fór og keppti út í Evrópu, eða ekki? Jú, við fórum með þennan bíl út til Ítalíu, Spánar og Austurríkis og kepptum þarna, já, sem 2019. Það var ótrúlega skemmtilegt. Já, ég trúi því. Hvernig gekk? Heyrðu, það gekk bara nokkuð vel. Þetta var í fyrsta skipti sem við náðum að keyra á öllum 3 keppnunum. Það var bara mjög flott. Þetta voru einhver vandamál og það bilaði pínu, en það gerist. Já, það er bara að halda áfram. Já, það gerist í öllum liðunum, sko. Einmitt, og fer ekki heilmikið vinna í einn svona bíl? Jú, alveg ótrúlega mikil, sko. Við erum marga mánuði að hanna, það öll haustaninn fer í það og síðan smíðum við hann á vorunni og testum hann aðeins og skellum hann svo út í gang. Já. Út að keppa. Og það eru allir nemendur sem geta tekið þátt í þessu, eða ekki? Jú, það bara hver sem úr skólanum. Það langflestir náttúrulega úr verkfræðinni, en það eru líka nemendur úr viðskiptafræði og bara stjórnmálafræði og hverju sem Það eru fjölbreytt verkefni í þessu. Og þeir geta alveg tekið þátt í þessu? Já, alveg. Og það bara mjög nauðsynlegt að hafa það. Það nefnilega partur af keppnunum ekki bara verkfræðin, heldur líka að útbúa svona lítið fyrirtæki í kringum bílinn og skilja kostnaðinn og allt þetta. Já. Og hérna megin við okkur, þetta nýji bílinn, það ekki, sem þið eruð að vinna að? Jú, hérna sjáum við mótið að næsta bílnum okkar sem við förum núna bara næstu vikum að byrja að leggja inn í hann koltreyfarnar til þess að byrja að framleiða. Já, og hvernig hann frábrugðinn hinum? Heyrðu, þetta fyrsti innbólingurinn okkar, eða fyrsta hönnuna innbóling hjá okkur. Hann framleiddur svona í 2 pörtum, einn efri partur og einn neðri partur, sem eru svo límdir saman. En hérna erum við að prófa nýja tækni að við framleiðum bara allt í einum part og síðan bara tökum við mótið okkar í sundur og tökum það utan af. Og hann léttari til dæmis, eða ekki? Það stefnan allavega að gera hann léttari? Jú, alveg klárlega. Hann er svolítið minni af því að bara þessi var óþarflega stór. Hann aðeins svona, við lærðum aðeins á mistökum á þessum og hann betur. Það betra form á honum, þannig að hann verður léttari. Ætlum að létta hann rúm 20 kíló vonandi. Og þetta óvenjulegt líka að hann sé gerður svona í heilu lagi? Já, það langalgengast að gera hann svona í 2 pörtum. Þá hefur aðeins meira frelsi upp á lögunum að gera og svona, en við trúum á þetta. Já, einmitt. Og þetta hér, þetta náttúrulega mjög létt, þetta koltrefjaefni, heitir það ekki? Jú, hérna sjáum við úr hverju bílinn gerður. Þetta svona koltrefja ál-honeycomb samloka heitir þetta. Þá leggjum við koltrefjar utan á og erum með svona álfrauð eða honeycomb inn á milli og koltrefjar aftur utan á. Þetta ótrúlega létt og sterkt og gaman að vinna með þetta. Og svo það vængirnir líka, það ekki? Hér erum við með eitthvað konar prototípu eða hvað? Hérna, þetta gamall vængur hjá okkur sem var tekinn af bílnum. Við sjáum hvað þetta þunnt og skemmtilegt með þetta. Team Spark það svolítið gaman að segja frá vængjunum okkar að 2016 þegar við byggum til vængi í fyrsta skipti þá við fórum svolítið blint út í þetta og gerðum bara það sem okkur fannst make sense við þetta og þannig að við framleiddum þetta svona í einum part. Síðan kom það bara í ljós þegar við vorum komin út á keppni að þetta hefði aldrei verið gert áður og fengum við mikla athygli fyrir þetta, meðal annars frá Formúlu 1 liðum og svona og þetta orðin tækni sem nýtt í dag. Þannig að þið eru heldur betur svona í frumkvöðla starfið hérna? Já, svo sannarlega. Já. Og þessi athygli frá öðrum liðum, formúluliðum, ekki dálítið gaman að henni fyrir ykkur? Jú, það mjög gaman að vera svona eitt lítið lið frá Íslandi sé eitthvað
frægt fyrir eitthvað svona. Já. Það var fundið upp á þessu. Og meðal annars komið blaðamaður, er það ekki, frá Formúlu 1 liði? Jú, það kom blaðamaður og á þarna fyrstu keppninni þá var að ræða við okkur maðurinn sem hafði verið yfir loftflæðinni hjá Red Bull Racing í mörg ár. Hvað fer svona bíl hratt eiginlega? Heyrðu, þessi hefur farið svona rétt rúmlega 100 km hraða hér á Íslandi, en út á keppnum fara þeir aldrei svo hratt af því að það er svo mikla beygjur í brautinni að þú nærð aldrei þeim hraða og hröðun er miklu mikilvægari, þannig að þeir eru svolítið hannaðir fyrir hröðun frekar. Og hverjir fá að keyra þessi trillitæki? Það eru bara nokkri liðsmenn. Það er bara, við keppum bara hérna okkar á milli hver keyrir hraðast og hver er duglegastur að byggja bílinn og þeir fá að keyra. Já. Þannig að það getur hver sem er fengið að keyra þannig séð, en þú átt ennþá eftir að prófa það, ekki? Ég á ennþá eftir að prófa, því miður. Ég stefna á það núna í vor. Algjörlega. Herðu, bara virkilega gaman að fá að vera hérna með þér. Já. Og gangi ykkur sem allra best. Takk, og takk fyrir komuna. Þá var komið að lokum hjá okkur í þessari dagskrá Háskóla Íslands á UT-messu. Við vonum að þessi stafræna heimsókn í háskólann hafi verið bæði fróðleg og skemmtileg. Starfsemi Háskóla Íslands í kennslu og rannsóknum er gríðarlega fjölbreytt og hér í dag kynntust við aðeins örfáum af þeim áhugaverðu verkefnum sem starfsfólk og nemendur taka sér fyrir hendur í námi og rannsóknum. Við bendum fróðlegsfúsum áhorfendum á að heimsækja Vísindavef Háskóla Íslands, en það er hægt að fræðast allt milli himins og jarðar á sviði vísindana og ef svar er ekki að finna þar, þá er að gera að senda Vísindavefnum spurningu. Við viljum þakka aftur viðmælendum okkar og öllum þeim sem tóku þátt í að gera þessa útsendingu mögulega. Við þökkum ykkur áhorfendum kærlega fyrir samfylgdina og kveðjum frá Háskóla Íslands.